og sæl verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Já, góða kvöldi. Það eru kallbræður sem að heilsa ykkur að þessu sinni. Og það þetta ekki, hvað, 200.000... 282. 8.000 annað skipti, já, það er gaman að þessu. Já. Það er langt séðan við fengum, gestkvöldsins síðast. Það er að vera á 5. ár. Já, það er að vera 5. ár, það er mikið vatn runni til sjáa síðan og talsvert mikið að kalda líka. Já, heldur betur og ég er nú samt búin að reyna að fá líklega svona einu svona dag síðan, sko. Áður við kynnum þennan mikla meistara inn, þá viljum við óska handboltalandsliðinu til hamingjum í 4. sæti. Já. Það eru kaldi sem eiga frumkvæða því. Kaldi er eins og landsliði í handbolta. Gæði mikill þrautsegur og óþægilegur fyrir alla andstæðinga. Allt allir staðar þegar á reynir. Áfram Ísland, áfram kaldi. En við skulum færa okkur í alveg 3. kvöld. Gesturinn er Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingum. Kári er einn af farsælustu fótboltamönnum þjóðarinnar og var lykilmaður í íslenska landsliðinu á gullárunum. Átti fast sæti í byrjunliðinu á EM 2016 og HM 2018 ásamt því að eiga glæsilegan atvinnumanna feril. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Sko, þú ert með að vera grátbeðið með að fá að mæti þátti. Sá er bússi, maður. Ég sendi nú leið skrýsótið þegar þú samþýttir að koma. Já, ég skal með þetta. Ég sendi á hann, ekki degjúrspenning. Þetta hafðist. Já. Þannig að ég ætla ekki að sleppa honum með þig. Nei, er ekki bara ágætt að vera komið, Kári? Jú, bara æðislegt. Get ekki beðið. Já, það er líka nóg að fara yfir. Já, það er næg að taka. Sko, eins og kom maður sinna á áðan, þá kom Kári síðast til okkar. Já, sko, þetta er náttúrulega engin bílskúr, þetta er forlát skrifstofa. Nei, þetta var glæsilegt, sko. Þetta fer fyrir brjóstið á mömmu þegar ég kalli þetta bílskúr. Já, það var engin bílskúr. Nei, en enga síður, þá vorum við bara í heimahúsum í ágúst 2021, fyrir 5 árum síðan. Píndi við hann til þess að tefla, mannstu það? Já, hann tók nokkra skákir. Já, við gerðum, hann man það kannski betur. Þáttur númer 17, hvetjum alla til þess að taka þann þátt, hann lifir ennþá góðu lífi á netinu. En við kannski ætlum að einbeita okkur að því hér í kvöld sem hefur gerst síðan. En í þeim þætti fórum við vel yfir feril og landslið og letum við tefla aðeins, Kári, manstu það? Já, ég held að ég hef verið að spila við Vögana á einhverju tímabili. Já, það passar. Sem er bara einu snálat stórmeistar og knattspyrnum að getur orðið í skák. Já, þetta voru skemmtilegi tímar. Já, mjög. En við skulum bara færa okkur beint í kjötið. Var þetta Volt Plus og Volt Plus Weeks tilbúið í fullingangi núna? Já, þeir eru líka komin með nýjan starfsmann. Já, Andri Freyr Jónasson. Já, stórt. Stjörnustrækir. En ég get aldrei muna Volt Plus heimsendingeldi. Hvað er aftur? 0 krónur. Hæ? 0 krónur. Það er 0 krónur. Gott að vita. Þannig að við förum bara beint í endalók ferilsins í bóði Íslandssjóða sem að láta peningana vinna fyrir þig. Já. Og getur kynnt þér úrval sjóða á islasjóði.is, barnamarkmið, stofna vörslureikning, kaupi sjóðum eða stofna áskrift. Þið getur fylgst með þessu öllu þar. Kannski eitt í fréttuvikuna áður fyrir enda. Já, ætlaðu að taka fréttuvikuna? Nei, ég ætlaði bara að spyrja þig, Kári, ert þú stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar? No comment. Það svarar spurningunni. Já. Sko. Þetta var fréttuvikunars. Já, takk. En það var það fyrsta spurning. Í lok þáttarins þegar þú kom síðast til okkar og spurðum við hvort að þetta er þitt síðasta ár eða tímabil með Víkingum. Þannig varst að vera 39 ára gamall. Ertu ánægður með að hafa endað þetta á þínum forsendum? Já, klálega. Ég meina, ég hefði alveg getað haldið áfram og það var alveg partur af mig sem langa að halda áfram í einhverju svona Evrópu-geimi með Víking en svo hugsaði maður líka það þurfti eitthvað lítið, bara smá að gerast til þess að ég gengi raunin ekkert heilt til skóar þannig að þetta var bara æðislegu tímapunktur að hætta og þetta var bara lagt upp í hendurnar á okkur sjálf þannig að þetta var no-brainer bara. Hefði kannski bara verið mögulega anti-climax eða kannski hefur þetta bara tekið titilin líka næsta ári sko en tekur ekki sensin á því? Nei, þetta var bara komið gott sko, maður var búin að hangi í þessu helviti lengi og alltaf að gefa þessu 1 ár í viðbót, ég ætlaði nú bara að taka 1 ár þegar ég kom fyrst en svo var þetta eitthvað COVID-tengt og alveg bara einstaklega leiðilegt og gekk ekki nægilega vel þó við náðum einum bikarmeistartitli að það var ekki alveg þannig sem ég vildi skilja við þetta, þannig að við svona ákvaðum að taka 1 lokaár og það endaði svona og þá var ekkert annað í stöðun að hætta sko. Bikarmeistartitillin var ekki nóg að meira þess á þessum tíma, þetta var áður en Víkingur var sem við þekkjum í dag.
Já, það var eitthvað gerjun í gangi, skilur maður, þú veist, við vorum kannski ekki beint með nægilega góða mannskap til að vinna deildina, en við vorum að spila heldur góðan bolta og við þurftum bara að laga nokkra hluti. Það voru, þú veist, við lágum mörkum og það var verið að ná okkur skyndisóknum sem ég þol ekki, sko, og það þurfti bara svona að laga, tvíka nokkur atriði og þá vorum við alveg í séns. Sem síðan var raunin og að við náðum að klára þetta. Er þetta ekki bara eitt besti dagur í þínu lífi, þessi KR-leikur þegar Blikar tjóka í Kaplakrika? Þetta var náttúrulega lyginni líkast, sko, og líka, þú veist, Ingvar segir við Pálma, hann var búinn að stúdera þetta allt fyrir leikinn og þú veist, hann sagði bara, ég man ekki hver var vítaskipta, Kjartan hefði nýbúið að reka Kjartan henni. Var hann ekki með einhverja glóriður hann? Jú, Kjartan henni réðst á fólk þarna og var rekin út af þannig að Pálmi var alveg að taka víti og hann var með hann alveg kortlaðan og hann var búinn að segja við mig fyrir leik, sko. Ok. Og hann segir eitthvað við Pálma, eitthvað svona kennst inn í hausinn á hann held ég og þetta var ótrúlega. Já, það var ekki frábært dag fyrir mig en þetta var skemmtilegt. Nei, þetta var heldur ekki frábært dag fyrir mig. Káringar og Blikar. En Kári, hvernig er skrokkur í dag? Hann er alveg allt í lagi, þú veist, bara, þú veist, miða við aldur og fyrir störf get ég ekki kvarta, sko, en ég er ekkert eins og nýr. Nei. Sko, ég var að rifja upp þegar ég var undirbúin fyrir þáttinn, sko, þú ert líka, Gaurinn er ekkert, hann fór ekki bara í besteldin, hann var áfram að spila, bara startir í landsliðinu, þannig að ég var undirbúin fyrir þáttinn, þú varst stoltið mikið bara að spila og minna að æfa þarna, það ekki? Þú veist, ég svo sem var alveg með samkomlega við Arnar að ég var komin til þess að spila, ég er ekkert komin til að æfa og sanna mig á æfingum, þú veist, ég held að hann hafi alveg, og hann var mjög næs með það, en þú verður samt að æfa x mikið til þess að halda þér í standið, þannig að ég reyndi eins og ég gat að vera með, en þú veist, var alveg smá verkjaður í hnénu og svona, þannig að þetta var alveg, þú veist, dagamunur, þannig að stundum kannski bara á hjólinu eða eitthvað, en svona oftar en ekki, þá reyndi ég að vera með, sko. Já, á ferlinu náttúrulega vinnur sænska meistaradeildin, kemst í meistaradeildina og vinnuð upp nokkra deildir í Englandi. Þetta lít samt að vera uppáhaldstímabilið þetta á ferlinu. Ekki spurning og þú veist, ég var búinn að missa svolítið ástina á fótbolta fyrir alveg talsveit löngu þegar ég kem heim og í rauninni fæ hana aftur bara leið og ég kem heim. Já. Þannig að þú veist, og að fá að enda þetta svona með sínu uppeldisfélagi og þú veist, með Halldór Smára, þú veist, Herra Víking og Sölva náttúrulega og fleiri góða drengi úr hverfinu, þetta var bara æðislegt, sko. Sko, þú talar aðeins um þetta áðan, sko, að væri eitthvað að gerjast þarna, þið Sölvi og með frábæran þjálfara sem landsliðsþjálfara eitthvað núna, er auðvelt núna bara að segja eftir að væri eitthvað að gerjast eða fundu það í alvörunni, þú veist, eins og segi, bikarmeistaratitlar en að verða Íslandsmeistari með 21 blikarliði til dæmis var geðveikt, sko, þetta var alveg erfitt mót, sko. Já, 100% og þeir voru sennilega betri á pappír, ég meina örugglega og þá voru líka allir tala um bara hversu æðislegi blika voru svo samt endur við að vinna báða titlana, sko, þannig að þetta var alveg frústrerandi og pínu bensín á eldin fyrir mig og Sölva líka veit ég að þú veist það var alltaf að tala um hversu æðislegi þeir voru en já, hver var spurningin? Þú veist, hvað var Nei, já, bara, þú veist, hvenær svona áttaður þið á því, eða þú veist, bara eins og að tala um, blikarliðið var helvíti gott og þegar við tölum við í ágúst þarna, þá voruð þið alltaf svona nálægt toppnum, en eins og segið, þú kannski fannst bara eitthvað í loftuna. Já, þú veist, það sem var áður gengið, þú veist, við vorum að spila hörkuboltana og spila okkur frekar auðvitað út úr pressum en vorum kannski að taka fullmikla sensa í okkar nálgun og þú veist, og þetta var alveg svona, maður fann alveg, heyrðu, við þurfum að laga eitthvað aðeins, fá kannski einhverja 1-2 leikmenn og menn kannski eins og Atli Barkarón árinu eldri, hann var ekki góður árið 2020, þú veist það verður bara að segjast, ég hef oft sagt það áður þannig að ég er ekkert að segja hans tilfinningar en hann bætti sig gríðarlega mikið og svona bara lagaði það sem hann var að klikka árið áður og þú veist, og svo var Kalli náttúrulega frábær í hægri bakverðinu þannig að þetta bara svona hékk saman Doddi geggjaður í byrjun tímabils og svo byrjaði hann aðeins að dala og þá kom Ingvar inn og svona bara var æðislegur, sko, þannig að
Voru þið Sölvi alveg óhrættir að segja við Gunn Láksson að það þyrfti að tvíka hlutina til? Nei, ég meina þetta var kannski meira bara svona, þú veist, við spilum svolítið okkar leik, þetta var orðið þreytt hérna, ég var búin að taka 1,5 ára af þessu að vera að fá þessi mörk bara, þú veist, og mann leið raunverulega eins og skipti ekki máli hver var að spila í vörðinni, þetta var ekkert hægt að stoppa í þessi gutt, sko, miða við. En þetta var svona, þú veist, auðvitað sagði maður, þú veist, hvað manni fannst gott eins og hann breytti í svona að vera með 2 djúpa miðjumenn og auðvitað fáum við Pablo, skilur, Gústi Hlins fyrir að miðinni sem svolítið, var svolítið svona wild, hlaupandi út úr stöðum, alveg hægri vinstri, skiljandi eftir þessi massífa hólu sem að Júlli þurfti bara að fylla eitt síns liðs en hann fær Pablo í staðinn. Það er alveg smá munur þar á. Þannig að þá erum við allt í einu bara konum með, þú veist, geggjaða miðju, bara miðja sem getur challengeað hvaða miðja á Íslandi sem ekki spurning. Þannig að, og náttúrulega hafsendapari gott, góða markmenn, þá ertu komið með hryggjasúlu og svo Níko frammi. Þannig að, sennilega með bestu hryggjasúluna. Já, munurinn á þessu Víkingsliði og Víkingsliðin í ár til dæmis, mikill munur? Já, náttúrulega, þú veist, Víkingsliði í ár bara uppfullt af gæðum. Það myndi ég skipta mér og Sölva inn í þetta lið, já, sennilega, en þú veist, ekki kannski undir lok felsins, en hérna á einhver tímabili. Nei, en það náttúrulega, þetta betra lið, sko, það ekki spurning, miklu betra lið. Bara með vali mann í hverju rúmi og eiginlega 2, sko. Já, heldur betur. Það akkurat málið, þetta nánast óvinnandi við, ég ætla að lega mér að segja. Við erum með hraðspurningar í lokinum ferillands, en kannski 1 í lokin, 90 landsleikir, 2 sænskir, 2 sænsku meistari, 1 sænsku byggamestari, 1 Íslandsmeistaratitl og 2 byggamestaratitlar, 90 landsleikir, tókum við þetta kannski síðast. Hvað vantaði upp á hann á 100? Það var náttúrulega bara... Vantaði 10 leiki? Ég fór bara í pásu, í 4 eða 5 ára pásu. Já. Og var aldrei valinn, þannig að það var sennilega það bara. Já, líklega. Spilaði alveg nóg lengi. Já, klart. Búin að slá botnin í ferilinn. Já. Skrifstofu Kári mætti núna. Ég var á skrifstofuna. Hún líði vel þar. Það smáriki, hröð heimsending opið til 11 sunnudaga til 50 og 12 föstudaga og laugardaga. Takk. Þetta útgersta ríkið og alltaf ískalt. Hún getur annarkvort voltað þetta til þín eða sótt á. Það eru þó nokkuð staðir. Já, sérstaklega í bæjarlendinni, mælu með. Langt best er ekki. En sko, tilkynnt á saman tíma og þú ert að leggja skóna á hilluna á þú sérst að taka því sem yfirmaður knattspyrnumála á Víkingum, þannig árið 2021. Kom aldrei til greina að vera þjálfari? Var stefnan alltaf sett á skrifstofuna? Nei, hún var ekkert sett á skrifstofunni. Ég fekk bara þessa hugmynd á sín tíma á meðan ég var ennþá að spila. Þú veist, auðvitað, ég reyndi að mennta mig og eitthvað svona, en maður kemur, fer kannski alltaf í það sem maður þekki best, sem náttúrulega pínu easy way out og ég alltaf ennþá, og þú veist, að fara í þetta game, og ég fekk einhverja hugmyndum að reyna að fara í þetta hjá KSÍ út af mér var andum landslið og langaði svolítið að halda utan það, að passa að svona okkar leið myndi ekki bara gleymast og kannski tryggja einhverja samfellu í því. En það var ekki áhuga á því, þannig að ég, þú veist, var ekkert að pæla í því meira, en og svo kemur Heimir formaður knattspyrnudeildar í Víking og bara segir, heyrðu, þetta sem þú varst að tala með KSÍ, hvernig líst þér að gera það bara hjá okkur? Það var bara svona, þú veist, einhvern veginn bara bæði að fá að hugsa aðeins og klára þetta mót og svo bara, þú veist, var það rætt heima og bara, bara prófum þetta. Já. Svo maður 5 ára seinna en þá í þessu, sko. Sko, þið ruddu brautina. Þú veist, það eru fleiri félag núna sem við um að knattspyrnumála, en hafður engar áhyggjur þegar þú varst að móta þessa stöðu að þetta væri bara yfir höfuð bara fullt starf og starf sem á heima á Íslandi? Jú, auðvitað. Þú veist, ég byrjaði að vera með yngri flokkana og eitthvað svona og ég fann mjög fljótlega að þetta var ekki fyrir mig að vera að tala við foreldra af hverju Siggi var ekki í A-liðinu frekar en B-liðinu. Það bara, þú veist, bara glætan, spætan, ekki séns. Þannig að ég, ég sagði mig frá því. Siggi búin að vera svo dulur að æfa og... Já,
þannig að ég fór bara í meistaraflokksliðina og líður vel þar, þú veist, við erum með flott utanumhald, jú, þetta er full time og ekki full time, þú stjórnaði pínu sjálfur, þú getur alveg en þú veist, það er ekkert gaman að vera heima á þessu allan daginn, þannig að þú veist, það er miklu skemmtilega að vera með framkvæmdastjórann, við erum alltaf með geggjaðan framkvæmdastjóra í Gauja Guðmunds og bara gaman að vera að vinna niður í Vík, þú veist, þetta er skemmtilegt fólk sem er þarna og svona, við erum að reyna að gera eitthvað nýtt á hverjum degi og þú setja, þú veist bara raise the bar þannig að þetta er svona spennandi umhverfi að vera í. Já, það er heldur betur gert það. Hvort finnst þér skemmtilega, kannski er þetta ósanngjarn spurning, ég myndi held að vera ekkert skemmtilega en að spila fótbolta en að vera á skrifstofunni eða vera inn á vellinum? Það er miklu skemmtilega að vera inn á vellinum, það er ekkert sem ég öfnast á við það, sko. Það er bara engin vinna sem er eins og það. Nei, trúið því. Þekkið ekki, en trúið því. Já, ég trúið líka. Ég svo farið bara aðeinslega að borga fyrir það líka. Hvernig er verkefnaskiptingin á milli þín og þjálfarans? Ég bara, þú veist, ég sé leikmannamáli. Þetta var náttúrulega svolítið svona, ég var náttúrulega undir Arnari sem leikmaður og svo ég allt í einu komin í hitt sæti. Þetta var, þú veist, við létum þetta virka og en við Sölvi erum báðir mjög hlindir, þú veist, hvað maður segja, svona samvinnu, þannig að þú veist, þetta fer heilan hring, sko. Við ræðum þetta allt fram og tilbaka. En þú veist, þetta leyfi honum bara, þú veist, ég reyni að blanda mig eins lítið inn í málin, þú veist, á meðan þeim stendur. En mér finnst eitthvað að fara úrskeiðis eða eitthvað mætti betur fara, þá hikaði ekki við að segja við hann, eins og þú veist, við fórum yfir allt tímabilið í fyrra, núna bara á 3 tíma fundi, þar sem við tókum bara leik fyrir leik og bara moment fyrir moment, hvað mér mætti fara betur, bara með honum og Viktori og þú veist, og þeir sögðu bara já, en pælingin var þessi, skilur, og svo gerum við þetta líka náttúrulega in the moment, en það er fínt að svona fara yfir hlutina og bara ræða á, opinskátt, vera hreinskilin með það. Er þetta semst þannig að því við tekjum þetta líka út í einum stóra fótboltaheimi, þetta er ekki þannig að þú segir Sölvi hérna leikmaður hann það sem ég var að kaupa? Nei, þú veist, nei, oftast ekki, en svona, þú veist, það kemur alveg fyrir að ég er að vinna í einhverju og þú veist, ef að dýllin er þannig góður að ég tel, að þú veist, þá þarf ég ekkert að spyrja um leyfi. Skilur, þú ert yfirmaður hans? Já, þú veist, þannig, en þú veist, þetta er líka, þú veist, long game, Sölvi er núna að hugsa um liði í ár, skilur, þú veist, og ef við erum að sæna einhverju yngri leikmenn sem getur hugsan að fara á lán og eitthvað, þá, þú veist, auðvitað veit hann af því, leið og ég veit af því og ég læt hann vita, en ég kannski geta uppdate hann með það daglega, hann nóg að hugsa, skilur, aðalega þannig. Svo er líka komið 5 börn líka, sko. Já, svo er það, sko. Já. Og 2 hunda. Bara undir sveit. Og yfirmaður knattspyrnumála á hann hafa skoðun á því hverju spila og hvernig boltaði liðið spilar? Já, auðvitað, þú veist, ég er náttúrulega bara fótboltamaður, þannig að ég hef að sjálfsögðu skoðun á því. Og ég er segi aldrei við Sölvi eitthvað, þú veist, ég er ekki já, mér finnst að hann að spila. En svona, einu skipti sem ég segi eitthvað, ég segi ekki eitthvað, segja told you so, þú veist, þessi. En ef það er eitthvað sem ég hugsa in game, að það gerist eitthvað, og ég hugsa, hvað er anskotan hann að gera? Og það reynist vera röng ákvörðun, þá segja það við hann bara from the get, og það er rosa auðvelt að segja, já, heyrðu, hvað stakka Gylf út af? Skilur, eftir á, þegar það klikkaði. En ég hugsaði í þessu fræga moment, ég hugsaði, hvað er að gera? Þetta er galið. Ertu að tala um leikinu móti VAR? Já, það er bara algjörlega running the show. Skilur, þetta var móti Breiðablik. Já, Breiðablik, sorry. Algjörlega running the show og það var bara engin hætta, skilur. Hann var guluð ekki? Hann var guluð ekki? Já, en skilur, en ég hef aldrei sagt að ef ég hef sagt, já, hann er á gulu, ég hugsa það, skilur, já, hann er á gulu og já, ég skilur það, skilur. Og svo klikkar það. Þá hef ég aldrei komið og sagt þetta, en bara í momentinu hugsaði ég, þetta er ekki gott move. En þú ert í stúkunni, þú ert ekki að senda honum SMS? Nei. En þú veist, við ræðum þetta allt, skilur. Við gerum allir mistök, God knows, ég er búin að gera það nokkur.
En ekki draumurinn þá að því að við vitum í hvað eru lengi í þessu starfi vonandi fyrir Fossvogsinn og Víkingar verður þarna sem lengst við sjáum bara svo liðið svo Brighton og Brentford og svona lið maður sér að það skiptir ekki máli hver að þjálfa þetta lið þetta bara verður svo vel rútinir og smurð vel það líklega markmið með Víkingarna Já, auðvitað, en þetta náttúrulega erfitt, þú veist, við erum með þú veist, við erum að reyna að búa til þessa samfellu, þú veist, við erum að taka það besta við þú veist, eins og við sjáum það besta frá Arnari og við erum að halda áfram á þeirri vegferð, en við erum að sjálfsögða að þróa liðið í áttina sem við viljum sjá það þróast. Og þú veist, síðasta ár var náttúrulega pínu svona learning curve fyrir alla. Veist, við erum að breyta þjálfara og þar leiðandi breyti stíllinn Er ég 100% ánægður hvernig stíllinn breyttist? Ekkert endilega, þú veist, ég hefði viljað sjá áherslur á smá annað En hefði, nú spyr sá sem ekki veit sko, hefði stíllinn þurft að breyta svona mikið því að Sölvi var hliðin á honum í mörg ár og þú spilaði líka undir honum voru ekki búin að læra allt sem kannski ekki að læra alltaf Arnar en skilur hvert sér að fara Jú, og það var planið, nei, en þú þarft bara að þróast með tíman skilur, og þetta eru gríðarlega flotta pælingar sem Sölvi var með þú veist, allar þessar færslur og þú veist að það átt að vera ógeðslega erfitt að spila móti en svo verður þú veist, við erum náttúrulega kannski að bera okkur saman við stórlið út í heimi sem þetta gerist bara náttúrulega hjá leikmannum þeir eru það góði sko og þannig að þetta verður stundum erfitt þú veist að vera að biðja þeim svolítið mikið Sko ég ætla ekki að fara að jinxa þetta eða fara of hátt upp í skíin en þú veist þið eru með stútfulla vasa peningum þið unnuð Íslandsmeistaratitilinn þið eru með besta lið líklega dýrasta lið sko maður velti fyrir sér ef þið komist núna áfram langt í Evrópu í sumar og annað sko að hvort að Íslandsdeildin verði of lítil fyrir ykkur eða sko upp á challenge og annað Nei, það verður aldrei það er mikið að flottum þjálfurum í þessari deild og þú veist, eins og ég hef alltaf sagt við bæði, þú veist, Gauja á skrifstofun og Sölva og stjórn þú veist, við getum ekkert komið í veg fyrir að önnu lið séu með góðan hóp ég meina, Stjarnan með hörkuhóp Káringa var með gott liði fyrra þú veist, og eru með enn betra liði ár Skæin að gera sig gildandi Valsmenn með fínasta liði Breiðablikur með frábært liði og nýja þjálfara þetta eru flottir þjálfari Óli er klár náungi og flottir þjálfari og Lárus Orri gerir góða hluti með Skagan Jökull er þú veist hefur gert gott mót þú veist en hann hefur verið svolítið sveiflukendur byrja mótin illa og svona þannig að þú veist þetta við getum aldrei komið í veg fyrir að hinliðin séu góð þó að vissulega eru við eða mínum að bara höfu og herðar yfir þeirra hópa en þú veist, þetta fótbolti at the end of the day og þú veist, það getur allt gerst þú veist, verður við jafn óöfnum með meiðsli og við vorum í fyrra þú veist, ná Stjarnan að halda Emil Atla heilum allt tímabilið þú veist, það er svona þú veist, það alls konar en hvort við verðum nóg stóri þú veist, það náttúrulega myndast pínu staða í sko Skandinavíu sem það meikar ekki sens fyrir okkur að selja leikmenn í ákveðin lið skilurðu, það það sem að gerast Hvernig þá? Þú veist, þetta bara einhvern veginn, þú veist fjárhagslega bara meika ekkert sens þú veist, þessi félög eru kannski á botni dönsku úrvalsdeildarinnar, sænsku eða norsku þau eru ekki nægilega fjárhagslega sterk til þess að kaupa leikmennin okkur Nei. Þú veist, liðin heima myndu borga meira fyrir leikmennin okkar heldur en þessi lið geta borga En hvað gerist þá fyrir leikmennina sem að vilja fara út og prófa sig áfram í atvinnumennsku? Þetta það sem verður alltaf ógeðslega erfitt skilur, þú veist, þú vilt ekki vera gæinn sem stendur alltaf bara nei, sorry en þú veist, þú veist á einhverju tímapunkti verðum við að gera ef við ætlum að halda þessari vegferð áfram þú veist, sem er svo sannlega stefnan hjá okkur að halda áfram í Evrópu og setja markið hærra eins og ég talaði áðan og komast í Evrópudeildina og svo vonandi einhver tíðan í meistaradeildina við sjáum til hvernig það gengur Já, varstu með eitthvað? Já, bara eins og nefnir og eins og Kári reynda að koma inn á sko að þeir eru í frábæra stöðu í dag með frábæran hóp og frábæran þjálfara og frábæran yfirmann knattspyrnumála og maður getur lengi haldið áfram en sko og bara mikið af ungu talenti sem að sóast einhvern veginn að klúbnum og ef maður hefði hort á þetta fyrir 5 árum og heyrt af vegferðinni
mann óraði ekki fyrir þessu, þannig að mér langaði líka að spyrja eins og við svo oft gert í þessum þætti næstu 5 ár, sko, og þú komst aðeins inn á jafnvel meistaradeildina og svona. Já. En hvernig lítur þetta út? Mesta Rósenborg. Já, þú veist, auðvitað það planið sett þangað að við ætlum bara að vinna íslensku deildina ár hvert og stefnan sett á Evrópudeildina í ár og ég tel okkur vera með alveg nægilega gott lið í það. Komandi inn á hin liðin líka, þú veist, þessi minni liðin í Skandinavíu. Við erum bara komið með þannig leikmannahópa, bara alveg, þú veist, ég reyna að horfa á þetta alveg blákalt, bara engin bias í því að það ekki margir í þeirra leikmannahóp sem kæmust í byrjunarliði hjá okkur, ef einhver, sko, í mörgum tilfellum. Ok. Það bara þannig. Þannig að, þú veist, já, við, þú veist, ætlum bara bæti í og að sama skapi erum við líka að reyna að búa til umhverfi fyrir, þú veist, unga leikmenn og að koma þeim áleiðis, en þá viljum við líka vera á þannig stað að við erum að selja þá í þú veist, eins og Ari fór í Elfsborg í fyrra, Gísli Gotti fór í Lech Poznan, þú veist, þetta eru klúbbarnir sem við viljum í rauninni selja til. Já. Þannig að þeir séu ekki að fara neðar og þurfa að taka stökk eftir stökk. Auðvitað skilum að það eins og í tilfelli Kristallsmána sem við seldum í Rósenborg og ánægði með það, en það var hann bara frábær. Það gengur ekki alveg eftir og hann þarf að taka skrefið niður á við, skilur. En núna er hann aftur að taka skrefið upp á þið. Þannig að þú veist, auðvitað stundum kemur fyrir að menn þurfa að taka skrefið tilbaka til að taka skrefið áfram. En við teljum að við, þú veist, þegar við erum komnir á þennan stað og talanum ekki að við komumst í Evrópukeppnina og erum að gera það reglulega, þú veist, annað hvert ár, þú veist, þriðja hvert ár, bara regularly, og þá, þú veist, þá meika það náttúrulega ekki sens að vera, já, og svo selja þá í Sundsvall. Nei. Bara með fullri virðingu. Dóldi þess að Blika voru lendi í þessum tíma. Já, en dæmin sem hann tekur, og svo má nefna Thomas Bent sem er beint til Hearts, það er bara allsvert mörg dæmi af frambarlegum leikmönnum sem að fara beint í flott lið úr íslensku deildinni og eru að standa sig vel margir hverju líka, sko, á þessu leveli. Já, 100%. Svo er það náttúrulega bara undir hverjum að einum, þú veist, oft gerist eitthvað skríti, menn eins og Birnisnær fer út í Halmstad, þú veist, ég efast að þessi hæfileikaríkari maður í Halmstad, en þeir spila með 5 línu og bara vangbakverði. Þú veist, þú hefur ekkert við Birni að gera þar. Nei. Þannig að skilur, þetta er svona, þeir verða að gera due diligence á því sem það fara út í, sko. Langar að koma með ákall til ungra atvinnumanna sem er að hlusta og er að koma heim með, ég ætla ekki að segja skotta mellir lappana en að koma snemma heim, langar að segja þeim að hanga lengur en úti, eða eiga bara að koma heim og játa sig sigraða og vonaði að fáið bara annars tækifæri. Það er náttúrulega, fer allt eftir í hvað stöður eru, það er ekkert hægt að alhæfa svona, en þetta er erfitt fyrir þessa ungu og við höfum verið með gríðarlega, þú veist, gott rekord í því að taka við, þú veist, ungum strákum sem eru búin að vera á einhverjum misskemmtilegum stöðum. Svo Gísli Gotti út í Bologna og Ari og svo Stígur núna komið frá Benfica, þetta eru, þú veist, hann kom nú frá Triestine á Ítalíu, þú veist, þetta er, og þeir eru komnir pínu á einhverja svona endarstöð, þú veist, og þeir verða að finna það á sjálfu sér og við byggjum það upp og reynum að búa til, þú veist, complete product úr þeim, þannig að, þú veist, þeir spila ekki fyrir þeir eru tilbúnir, þú veist. Og það er nægu tími, þetta eru, þú veist, Stígur eru eitthvað 18 ára, skilur, bara herði. Slaka á. Já, slaka á, en þú veist, og hann fer aftur út, ég get bara, sko, ég get sett húsið undir, skilur, að Stígur fer aftur út, en hann þarf að laga ýmsa hluti, þú veist, og hann er búin að bæta sig alla leið og kannski meðst og var óöppið með það, sami með Óskar, þú veist, hann var komin á okkur endarstöðana. Og bara að missa gleðina, svo kemur hann bara sólargeislinn sem hann er og og þú veist, það kemur mjög óvart ef hann myndi ekki fara út líka, bara örugglega eftir næsta tímabil. Þetta finnst mér einkennismerki Víkings og kannski líka þitt þegar þú setur þitt mark á liði af skrifstofunni, sko, það sem þú horfir yfir þetta alls saman, að sko að vera með
kassan út og vera bara svolítið stóri með það til dæmis bæði í leikmannamálum í sölum en líka ég bara að fá einhvern ungan úr atvinnumennsku sem að hugsa bara, herru, ég bara lappin þessi deild og ég bara valdi og svo er bara farin aftur til hálta með hausinn bara einhvers þar, sko. Að ég vera bara nógu stór til að segja, herru, við erum bara með geðvillið hérna, við spilum ekki fyrir nú tilbúin og þú fer einhvern tímann aftur út en það er algjörlega þegar þú ert klár, sko. Já, 100% og þetta, þú veist, við segjum þetta við það og bara segjum við það, herru, þetta er ekkert stress. Ég veit alveg að Gísli Gotti var honum vel pirraður, sko. En þú veist, hann var pínu svona bara gefandi hlýðar, þorði ekki að taka ábyrgð svona pínu og svo bara gerist eitthvað, skilur og hann var byrjar að spila, ég veit alveg að það er allir sem tala um að Pablo hafa meðst og hann komin í lið en hann var byrjar að spila með Pablo og var byrjar að sína hann Gísla Gotta sem við þekkjum í dag og þú veist, hann var búinn að festa sig í liðinu áður en að Pablo meiðist, sko þannig og var náttúrulega bara æðislegur en þú veist, það tók alveg hellingstíma, það gleymist líka að Kristallmáni ári áður en hann fer út spilar hann 3 leiki með öðrum flokki. Þú veist, bara til að fylla í mínútur. Og þá hafði hann eitthvað gert í einhverjum leik og Arna bara, þú veist, tók hann og bensaði hann og hann fekk ekkert að vera með, sko. Nei. Þannig að þetta er svona, þú veist, það verður að menn verða að anda með nefinu, þú veist, það er ekkert himinn á jörð að farast og verði, sko, 20 árun, sko. Já. Klart. Mér var gott viðtal sem tók Arnór Sigurmann þegar hann var að tala þegar hann var mættur í Venezia og var mættur í Juve haustum, sko. Já, hann ætlaði bara rétt að stölda ræðna við að hann væri komin í Real Madrid aftur, sko. Kára langa prófaði fyrir erlendis sem yfirmaður knattspyrnumála ef að stæði til boða? Já, ég hef nú verið spurður að þessu og ég var ekkert mikið að velja borgir þegar ég var á mínum ferli, svona beggars can't be choosers, ég bara var sendur til Rotherham og Plymouth og Aberdeen og einhverja... Þú valdir ekki Rotherham. Þannig að ég svona sagði bara, herri, þú veist, ef eitthvað skemmtilegt býðist í einhverju skemmtilegri borg þá er ég alveg til að skoða en ég er ekki að fara hérna í norður Svíþjóð eða, þú veist, einhverja afdalasveit, Haðverslef, skilur, það bara kemur ekki til greina. Nei, hvaða sölu ertu stoltastur af so far sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Vikes? Ég myndi segja Gísla Gotta salan sem var náttúrulega bara svona rekord hjá okkur, sko. Já. Og svona það var pínu fyrir sjáanlegt að Gísli væri að fara út, sko. Þannig að ég var svona búin að auglýsa hann til sölu í rauninni á ýmsum miðlum svona plattforms. Ok. Ég held að þetta hafi svona byrjað þar. Já, hvernig gerum við, hvernig auglýsum að leikmann til sölu? Þetta er bara svona plattform Þetta er LinkedIn eða? Þetta er Transferum, þú sérð bara, skilur, það eru öll heimsins liðana og þau eru bara að leita af þessu og þessu og þessu, skilur. Já, og ertu með eitthvað leikmann inni í dag sem þú ert að segja? Já, maður er að reyna að hjálpa þessum strákum fram og tilbaka á þessu, sko. En stundum virkar þetta, stundum Svo hittaði djöfulum við samningaborðið, sko. Já, þetta er ákvæmst með Transferum, þetta viðmót, virkar það þannig að þegar þú ert að skoða leikmenn mögulega og þið, sjáu þið þá bara, er einhver tölfræð á bakvið og einhver myndbönd, er þetta bara nafnið og síðan er þetta bara kontakt? Já, það er tölfræð á bakvið þetta og svo er, þú veist, þú getur sett út auglýsingar, þú getur auglýst eftir leikmennum sem að nota nú lítið, sko, en þetta er fínt til þess að gera, þú veist, að svona kveikja áhuga á þínum eigin leikmönnum og þú veist, það er rosa þægilegt þegar þú veist hverjir er að fara og þú veist, og það var mitt sel til stjórnar að fá þetta var að það er rosa þægilegt, þú veist, við vitum hérna Ari, Djuric og Gotti fara, það er ekkert sem við getum gert í því og af hverju ekki að byrja að pimpa það út og reyna að fá aðeins hærra verð, skemmtilegri klúpa fyrir þá, þetta er win-win fyrir alla. Já. Þannig að þú veist, og ég held að þetta, þú veist, ég ætla að þú veist, pimpa hann út í lekk, sko, og svo enda þetta í einhverju kapplaupi á milli tveggja pólskra liða. Þannig að þegar þið eruð að skoða leikmenn, þá ert þú ekki á rífræstakkanum á Transferum, heldur miklu frekar hvað? Já, nei, þá er þetta, þú veist, maður leita náttúrulega innanlands fyrst. Já. Þú veist, hitt er alveg vesen og gambúl, sama hvað þú ert búin að horfa mikið efni með viðkomandi að þetta er, þú veist, við erum ekki þar að við erum að fljúga út og tala við þetta lið
Það alls konar jólasveina sem hafa komið hingað með bara frábæra ferla þannig lagað og ættu bara að vera bestu leikmenn deildarinnar, en eru það svo sannarlega ekki, einfallega bara vegna þess að... Þú sóttir einn útlending núna verið þetta tímabil? Já, á tímabilinu. Já, þetta var bara svona skilur, þetta kostar ekki neitt. Okkur vantar hérna lefty, prófum þetta. Það var þannig. Og svo bara játa maður sem segir hann? Já. En skilur hæfileikana svo sannarlega til staðar. Já. En, já, þetta var eins og þetta en góð drengur alltaf. En hann samt að breyta talandi fæðikeðina og talandi hvernig íslenskur fótbolti áður kannski að tala áður en að Víkingur mætti á svið, áður en að Kári mætti og Artur Gunnlaugsson sem kongar, þá var það bara eins og Kári að tala þá bara hringdu Álásund í Breiðablik og buðu bara 2 milljónir og þá bara samþykkt að leikmann að fara út, sko. Þetta bara, þeir að breyta leiknum. Ég veit það nú ekki, en þú veist, það þarf eitthvað að breytast og hérna kannski ég veit ekki, þetta náttúrulega líka, þetta eru líka eldri leikmenn sem kannski er að einhver lið sjá þörf fyrir til skamms tíma og það svolítið erfitt að díla við það, að líka. Já. En þú veist, út af því að með yngri leikmenn, auðvitað átt að með sig á því að þó að við séum komnir eitthvað ekki langt að þá fyrir eitthvað brútali ef við hefum bara sagt nei fyrir hönd Ara, Sigurpáls og Gísla, skilur. Bara, nei, þið verður bara Víking. Eftir En eins og segir, þú veist, talandi fæðikeðina, menna útlendingur sem kemur í Víkingslið af því eru með svo góða innlenda leikmenn, hann þarf að vera helviti góður. Það málið og þú veist, við skoðum alveg endalaust að gæma við skoðum alveg slatta að gæma á prísísunni og bara stráka bara sem hafa orðið norski meistarar og spilað helling og spilað í Hollandi og bara allt mögulegt og þú veist, allt sagði þér að þetta ætti að vera absolutt leikmaður sem myndi lappin í liðið en bara Svo bara nokkra æfingar? Já, bara gleymdu því sko. Okay. Það rosalegt. En það eitthvað við að koma þetta fyrsta lagi aðeins öðru í þessu deild þú veist, hún eitthvað það erfitt spil í henni, sko en það eitthvað sem gera verkum að þetta ekki fyrir alla, sko. Nei, þetta betur ekki. Nei, við ætlum að færa okkur frá Víkingi í bili. Í Laugardal. Í Laugardalinn rétt, það var smá fyrirbóðum þetta í uppáðið þáttar en grillmarkaðurinn. Kannski minnum á febrúar tilbúði nú þegar nýr mánuður gengin í garð. Menn ég held að janúar tilbúði væri bara eitthvað once in a lifetime, nei, það hendaði bara í febrúar. Þetta bara í febrúar tilbúði maður. Og það eru sunnudagar til miðvikudag, allan febrúar, 8.900 á mann og það eru 3 réttir. Já, mér átti eitthvað gott í grillmarkaður að segja, hver sagði að það var bara að vera skemmtilegt helgar. Má alveg vera gaman hinn að dana líka. Má alveg vera gaman hinn að dana líka. Máttu alveg borða góða mat líka á viskudöfum. Já, ég vissum að Glefi Korn ekkert minna að bjóða henni mat á miðvikudaginn laugardegi, sko. Þannig að það er nú bara þannig og svo erum við Brandi. Já. Styttist auðvitað í viðburðinum í Hörpu 19. febrúar. Þar munu Brandir taka á móti glæsilegum fulltrúum þessara frábæru vörumerki á öðrum góðum gestum sem hafa hlotið tilnefningu sem vörumerki ársins og það er keppt í einum ýmsum flokkum. Sko, ef ég ætti að velja fótboltavörumerki ársins og síðustu ára, það er bara Víkingur, síðustu ansi mörg ár. Hvað var nafnið á Safamirinni sem enduði með? Virkið. Já, það er kannski vörumerki. Já. Virkið, já, gott. Já, en þið getið tryggt ykkur með á viðburðin á brandir.is. Ef þú ættir nú erfið spurning, Kári, en ef þú ættir að tilnefna eitthvað annað fótboltalið sem vörumerki ársins en Víking, hvert verður það? Einhver sem að gera gott mót af einhverjum ástæðum? Þetta svolítið erfið. Já, ég meina Breiðablik stóð sér vel í sambandsteildinni. Já. Bara verður að gefa þeim kredit fyrir það. Já, sammála því. En sko, eins og þú nefndir hérna í upphæðu þáttar, þú gafst opinberlega út að þú er svo stefti að verða yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ þegar Arnar Þór Viðarsson var bæði landsliðsþjálfari og yfirmaður knattspyrnumála. Byrjum kannski á því, er hægt að vera bæði þjálfari og yfirmaður knattspyrnumála? Það er alveg hægt og þú veist, það er náttúrulega bara enskur manager. Já. Það er bara Alex Ferguson, þú veist, gamli skólinn og ég meina það er tíðkast ennþá á einhverjum stöðum í Englandi að hann er bara alvaldur og ræður þessu bara. En að vera eitthvað að brasa í yngri flokkunum líka er alveg, ég get alveg ímyndað að það er helviti mikil vinna. Er það hægt? Pottet? Þú átti góð samtöl við Guðna þarna. Fyrst ykkur svör af hverju það var ákveðið að
afþakka þína krafta? Nei, það var nú svona, það var verið að biðja mig að halda áfram að spila fyrir landslið og ég sagði, þú veist, þetta er þetta ekki bara komið gott, þetta var, og ég sagði, þú veist, bara what's in it for me, þú veist, er ekki bara betra þú veist, komið einhverja áleiðis úr þessari stöðu, þannig var mitt approach á þetta, ég get alveg gert þetta, en þú veist, var ekki bara betra ef ég væri þú veist, að aðstoða raunverulega þú veist, utan allar pínu en það var bara ekki tekið í það og þetta snýst nú kannski líkum að ég held að það sé einhverjar fjárveitingar frá UEFA fyrir að sá sem gegna þessari stöðu þarf að vera með UEFA Pro License. Já, ok. Eins gali og það nú því að þetta engin þú ert ekki að fara að þjálfa. Það akkurat það sem vill ekki í þessa stöðu maður sem með drauma að þjálfa. Já, sem gerist. Já, út af því að þá fer hann alltaf úr þessu og fer að þjálfa. Þá ert að finna nýja, þetta bara þú vilt einmitt hafa þetta fótboltamann sem þú veist, mentar einhverju öðru en UEFA gráðinni, þú veist, með fullri virðingu, ég las einmitt þetta viðtalið sem hún fórst í á Viðskiptablaðinu byrjun árs 22 og það margt áhugavert sem kemur fram og kannski bara margt núna 4 ára seinna sem hefur raungerst því þú talar að það væri kannski þarna væri gullkynslóðinu þetta að hverfa af brautinni og við talar að halda þekkinguna á hvernig á árangri inn í KSÍ. Ég ætla að spyrja eftir út í viðtal sem Arnar Gunnlaugs var í á .net varðandi gullkynslóðuna en þetta hefur kannski dálítið gest, þekkingin hefur dálítið týnst af mönnum sem vita hvernig á árangri. Já, 100% og þetta var alveg frekar augljóst að þetta myndi gerast ef þú færði ekki neitt úr hópnum, Lars var horfinn á braut, Heimir horfinn á braut, það allir horfnir á braut, það einhverju leikmenn eftir, þeir hafa ekkert að segja með hvernig liðið spilar, þeir eru bara annað, og ég hugsaði, þú veist, auðvitað rosa auðvelt að vera með einhverja gamla haus og segja, já, heyrðu, þeir eru að leiða gott að sér. Já, en heyrðu, við kunnum að vinna á þennan hátt, Við kunnum að vinna þessa leiki, en ef að þú ert að stilla þessu upp eins og þú vilt spila, þú veist, fáðu það einhvern annan inn. Ég get ekki komið þessu leikskipulagi áleiðis til eins eða eins. Nei. Þú ert að kenna mér þetta mikið og þú ert að kenna ungu gæjan, Þannig að ég hefði alltaf vilja þú veist, að þetta yrði nota sem blúprint, ég er alltaf að tala þetta bara, ég eins og rispu plata að þetta blúprint væri notað, því að þú veist, þetta bara, let's face it, ef að þessi varnarleikur ekki í lagi, þá eigum við ekki glætu í þetta, það bara mjög einfalt. En var þetta ekki alveg, af því að þú spilaðir helling undir Arnar Þór Viðarssoni sem dæmi, þú veist, viðvörunarbjöllum voru alveg byrjaðar að klingja þetta? Já, þetta var svona já, og þú veist, við vorum alveg spurðir álits skilur á á því sem var að gerast þarna innan KSÍ ég ætla bara að segja það skilur mér slétt en við vorum bara spurðir álits og ég held að það hafi allir álitsgjafar bara sagt Freysi maðurinn, ekki neitt slæmt Arnar að segja við þekktum hann ekkert skilur eða og auðvitað þekkjum við Ismara bara að góðu einu sem leikmaður en sem þjálfari þekki hann ekki neitt skilur en við vorum spurðið hvað sjáu þið fyrir ykkur í þessu það bara eitt sem kemur til greina við höldum þessu áfram og þetta þeirra Hamrén hættir já, Freysi tekur bara við þessu þetta mjög einfalt skilur og ég held að bara að við tölum okkur saman og ég held að allir hafi sagt það saman og þegar allir segja það saman skilur, en ég sagði vissulega ég sagði ef þú ætlar bara að breyta þessu alveg þá myndi ég ekki fá Freysa en fyrir mína parta er það galið út að við verðum að halda samfellin í þessu og Freysi tekur við þessu það er ekkert varandi mig ég er að hætti í þessu en bara ef við ætlum að halda áfram á árangri þá tekur Freyr við þessu Þið voru líka alveg á auðvitað komist þið ekki á stórmóti töpuðum á móti Ungverjum þegar Hamrén var að þjálfa okkur menna við vorum bara á ágætis leið þá Já og þú veist fáum Hamrén fær mér finnst galna gagnrýni við erum á síðustu metrum hann að margir og
við eigum einn off-leik, þú veist, við lendum í hann að Arili, þú veist, og hann að prófa eitthvað nýtt, það er það sem gerist, prófa eitthvað nýtt og við alveg svoleiðis fáum það óþvegið á móti Sviss og einhverjum liðum. Já, í þjóðadeildinni, já. Og og þú veist, það lítur bara illa út og þú veist, þá Freyr bara, herri, þessi gaur að kunna alveg að vinna, en þú veist, þetta sem við erum að reyna að breyti, við þurfum að go back to basics, þú veist, og spila það sem þeir kunna, skilur og og þá munu halda áfram á hann, ég er bara garantir á og Hamren bara í samanlegi, kýlum á þetta og við gerðum það, við byggðum bara on á það, við áttum vissulega einn hörmulegan leik á móti Albaníu úti, þar sem við bara gátum ekki neitt vorum samt inn í honum alveg fram á loka mínútu og endum í 3. sæti í riðlinum, sko einum sigurleik frá bara metinu, þú veist, stigametinu, en þetta er bara vegna þess að Tyrkir tókst að vinna Frakka og gera jafntefli og fengum 4 stig, við fengum 0 stig úr Frakkaleikjunum, reiknum með að Tyrkir myndu gera það sama, en þeir bara brillera, við tökum Tyrkina, við fáum 4 stig á móti Tyrkjum, bara eins og við erum vanir að gera, en skilurðu, þannig að þetta var já, bara, þú veist, við gátum lítið í því gert að Tyrkirnir tóku Frakkana og þannig að, þú veist, við vorum já, það hefði í rauninni og ég held að við hefum komist á var þetta HM, þetta var EM EM 2020, já við hefum komist á EM sem besta þriðasætið, hefði gamla reglan verið í gildi, sko þannig að eins og Tyrkir gerðu hjá okkur á sín tíma. Líka þessi framist að ítir ekkert undir það það þarf að fara á kollvarpa öllu en það eina KFC. Nei, alls ekki. Og þú veist, svona áttur að gera þetta. Þú veist, þú átt að filtera leikmennin sem þú til að vera nógu góða og þú veist, þú kenni þeim og þú veist, þú ert með einhverja svona understudies, skilur, einhverja hafsendar sem þú veist, geta komið inn á og þeir eiga að vera, þú veist, að læra og þeir eiga að vera að spurja þá sem eru fyrir og eins með miðmenn og svona, þú veist, hver að fara að taka við að þessum getur við, þú veist, retire að Ragga og Kára samtímis kannski betra að halda Ragga hana aðeins lengur, hann yngri og þú veist, fá Sverrir með honum og svo Sverrir orðin aðalkallinn þú veist, þau eru tærum Ragga, skilur eitthvað, þú veist, það verða að vera einhver svona pælingar í þessu. Já. Örsnögt að því vorum að tala samfelluna í Víkingi. Ákjósanlegt að aðstoðarþjálfarinn taki við af þjálfarinn þegar hann að fara? Það er, skilur, það sem, það var mitt plan all along, skilur, að þannig byggir og vona á þetta. Þú veist, hann veit nákvæmlega hvað hinn var að gera og skilur en síðan svo það bara umræða, hvað viljum við gera með þetta? Þú veist, hvað viljum við breyta þessu? Opin umræða, bara viljum við verða meira direkt? Ef já, ok, gerum það þá. En skilur við, grunnurinn, við byggjum eitthvað á þetta sem var fyrir. Það er nefnilega, þú veist, út að við erum með sömu leikmennina, við erum bara að bæta eins við leikmannahópinn, þannig að, þú veist, þeir eru ekkert að finna fyrir að það er bara öllu kúvent, þetta er lið sem er vandi að vinna við viljum ekki að þeir finni bara, heyrðu missi bara trúna bara út af þá að breyta öllu bara yfir nóttu. Já, klárt. Svo fannst mann einhvern veginn eins og var leita aftur í innan Hamren skóla með þegar Arnar Þór Viðarsson látin fara og Åke Hóra eitthvað ekki við, blessuð minning hans, við tókum frábæran þátt við hann. Alveg eins og með Hamren kannski smá vannmetin að einhverju leiti, náði mörgum fínum úrslitum, þá kannski voru það bara orðið of seint af því að það fóru 2-3 ár bara í vaskinn. Þannig ertu bara komið með, þú veist, þannig að leita identity bara, þú veist, við klúðruðum þessu, það er engin samfelli í þessu, förum úr Arnari yfir í Åke, þú veist, ég spilaði undir Åke, æðislegu kall, toppmaður sko, en þú veist, var náttúrulega algjörlega á sínum síðustu metrum í þessari þjálfun, flottur þjálfari, en skilur fyrir hvað stendur hann og hvað bolt eru að fara að spila, hann að fara að breyta þess eins og Lars gerði, þú veist, maður svona, þú veist, Já, talandi Arnar Gunnlaugs, mjög áhugavert viðtal sem að Tómas Þór og Elva Geir tóku við hann á .net daginn og veit að hér á haflega að tala um að hann hlustaði 3 á þetta viðtal, hann er ekki ennþá búin að átta sig á því. Þar talar hann um að hann hefur
engan áhuga á að ná úrslitum með landsliði eins og gullaldarliði spilaði. Sko, hvernig fyrir Kári Árnason að hlusta á þinn félag að tala svona? Hann náttúrulega bara að breyta, þú veist, aðlaga narratífið sér í vil, þú veist. Ég get alveg lofa þér því að hann væri alveg til í að fara með liðið á EM ef að þyrfti, eða þú veist, ef hann neyddist til að spila pínu varnarleik. En þú veist, það sem er náttúrulega pínu frústrerandi þegar maður heyrir svona, og þú veist, ég fatt alveg hvað hann á við, þú veist, hann er ekkert að gera lít úr því sem við gerðum, en þetta kemur pínu þannig út. Tala Holland og England að þessi á niðurleið og... Já, einmitt, skilur, þetta er náttúrulega algjörlega galið, þú veist, það var sko miklu erfiðara að komast á stórmóti á þessu, þú veist, þannig að þetta spila bara þú ert að lenda í fyrsta og öðru sæti í þessum riðlum og þetta er engin smá riðla sem við lendum í. Þú veist, sama hversu mikill niðurleið England og Holland er á og þá er það samt alltaf 10 sem starra lið heldur en Ísland. Sko. Já. Og og það sem er líka mjög frústrandi í þessu dialogi hans er að hann er að pína, þú veist, og ég skil það alveg, hann er að upphefja sína leikmenn, skilurðu, sem hann verður að gera. Já. En staðreyndin er svo að það eru 2 leikmenn í þessu liði sem kæmust, skilurðu, sem myndu actually spila eitthvað aðeins. Þá er ég ekki að tala um endilega í byrjunarliðinu. Okay. Hákon og Albert væru innan á roundit, hvort þegar hann væri, en hvað, ætlar að taka Gylfa Aron út úr liðinu? Nei. Skilurðu, það er ekki hægt. Nei. Það er að taka Jóa út. Eða Kolla, eða Jónda, skilur. Já, mögulega, þú veist, þú veist, það er bara vinnu hestur, skilur, og hans vinnu framlag var bara æðislegt, skilur, en og það er bæði það, og svo er það að líka að þetta hljómar alltaf eins og þetta hafi bara, við fengum boltan, við neldum hann eins fast fram og hættir, skilur, og svo bara vonustu eftir því besta, bara vonandi fór hann út í engast eða eitthvað, skilur. Þegar staðreyndi var svo að þú veist, þetta var bara, sko, í HM-riðlinum, lendu bara í versta mögulega scenario. Kolbeinn Sigþórsson bara spilar ekki leik. Þú veist, hann var bara fyrsti maður á blað. Þú veist, þetta var bara toss upp á milli hans og Gylfa. Og það er ekkert, þú neglir honum ekkert fram bara á Alfreð, sko. Nei. Þú veist, þetta er ekki sami leikmaður. Hann er allt öðru í sig. Þannig að við þurftum að finna einhverja nýja leiðir í þessu. Og það, þú veist, það var bara hörku spil ofta tíð. Og þú veist, það þurfti að finna bara Alfreð í lappir fram. Já, bara uppsett.ri, já. Þannig að þetta, þú veist, þetta er algjörlega galinn vinkill að taka, þú veist, hvað ætlar hann að tikki-taka sig inn á HM? Er það eina leiðin að gera það? Já, maður spyr sig og þá kannski ef ég fæði að hnýta í þetta, sko, þú veist, hann talar í þessu vitar líka bara, og við talaðum líka hjá okkur, þú veist, hann er í einhverjum uppbyggingafasa og við þurfum að yngja hópinn og hann alltaf setur trausti sitt unga stráka, setur bandi á Orrastein og Hákon Arnar varafyrirli, sko, landslið á að snúa samt fyrst og fremst árangur, eða er ég risaðilega að segja þetta? Nei, ég er bara 100% sammála og þú veist, hvað ætlar að yngja oft upp, skilur, hvað Albert, besti maður liðsins, er orðin 28 að 9, sko, og bara yngja endalast upp og hvenær, þú veist, Ísak er að vera góðu núna. Hann fekk bara lyklavöld að liðinu fyrir sko 4 árum síðan eða eitthvað. Og var ekkert nógu góðu þá. Hann er hann æðislega núna. Já. En þannig að sko förum hægt í að vera alltaf að yngja þetta endalist upp. Þetta snýst árangur núna. Því fyrr, því betra. Já. Þannig ef hann getur komið okkur á næsta stórmót, þá væri það æðislegt. Takk fyrir. Já, takk. Takk. Ertu ánægður í dag að hafa ekki fengið starfið á KSÍ? Já, ekki spurning. Langaði að starfa hjá KSÍ í framtíðinni? Nei. Takk. Þetta var mjög gott. Þetta var mjög gott. Sko... Grunaði minn maður aðeins skoðun á þessu viðtali, sko. Já, hann gerði það svo sannarlega, en heimafón. Já. Þú getur auðvitað bara hort á Netflix með það æfir í stofunni. Já. Hvað varst þú aftur að biðja með það? Ég var svolítið að spá í hjólinu. Nei, þú áttur róravél, ekki? Jú, ég er með róravélina, alveg trítilóður á henni
tek hana reglulega, en svo ég til að vera með spinninghjóli líka og þú leigir þetta bara inn í stofu, þetta ekkert mál. Nei. Svo bara... Þarftu ekki að finna bílastæði í rektinni? Ég geti tekið mánuð og prófað þetta og svo bara, ef þetta ekki fyrir þig, hreyfing í stofunni, þá getur bara hægt. Ef hreyfing ekki fyrir þig, þá bara... Það heimahól.is og svo það Dynot og ef þú ætlar að hafa kósi í kvöld eða einhvern tímann í vikunni, getur bara pantaði á Dynot. Já, það þetta að panta borða, en það líka að panta matar, sko. Já, það algjörlega þannig, eða veislusal fyrir komandi fermingar og hérna. Já. Þetta einfallega stærsti veitingastæði landsins, en Norrköping, sko, það var í nóvember 2023 þar sem sænska félagið Norrköping setti sig í samband við ykkur á Víking til að ræða við Arnar Gunnlaugsson og fengur leyfi til þess að ræða við hann. Þetta var mesta fjölmiðla fár. Arnar ræddi við félagið nokkrum sinnum og fór til Svíþjóðar að hitta og fleira. Það svo 22. desember árið 2023 að það tilkynnt að Arnar verði áfram með Víking og að viðræðum við Norrköping hafi verið slitið. Hversu langt voru þið hver frá öðrum, sem sagt Norrköping og Víkingur? Mjög langt. Þetta var líka, ég sagði við það að þeir byrjaði að vill smenda og byrjar ekki að tala við þjálfaran og kemst að einhver samkomulagi við hann. Þú veist, þú þarft að ná samkomulagi við félagi fyrst og fremst. Og þegar þú býður þeim andvirði ægó fyrir okkar mesta, sko, bara stærstu eign í rauninni, að það mega ekki sens. Var þetta ægó eða? Já, þetta var það, já. Ekki á nýja tæslanum, á 2023. Já, þetta var áður en örgjöldin voru varamöndin. Já. Já, og þú veist, og þeirra argument var að, já, við höfum aldrei borgað fyrir þjálfar áður. Skilur? Já, það er bara ekki okkar vandamál. Nei. Það, því að þessi þjálfari kostar. Þú veist, Arnar er ígildi kannski 4-5 ára leikmanna hjá. Já, þú veist, það er málið. Þú veist, hann var náttúrulega búin að snúa öllu við hjá okkur og var, þú veist, bara í hávegum hafður. Þú veist, við, vildum bara alls ekki missa hann. Og ég meina, og þetta var bara sett í samhengi við góðan leikmann. Já, en þá spyr ég... Og þetta var algjörlega úr samhengi við það. Þú segir vitlausum enda, en voru þá mistök bara að hefja viðræðurnar í upphafi? Eða? Nei, sko, að þeir spyrja að tala við, skilur, þjálfarnir gegnum umbóðsmann er náttúrulega, og eru svona eiginlega, það virtist vera langt komið áður en þeir byrja að tala við okkur. Okay. Þá lítur þetta náttúrulega ekki nægilega vel út og ég sagði allan tíman að þú veist, þið byrja náttúrulega að tala við okkur og finnum einhverja lendingu á kaupverði. Já. En svo kemur það og það er bara einhver algjörbrandari. Já. Þá náttúrulega gengur það ekki. Nei. En við tölum það þessa fínu línu í byrjun með að selja leikmann út sem að kannski langar út. Hann eru með þjálfara og við horfum á þetta frá sjónarhóli Arnars. Já. Búin að gera svona mikið fyrir félagi. Var ekkert erfitt að koma í veg fyrir þetta þó þetta væri bara einhver bíldrusla sem þið fengið í staðinn? Jú, auðvitað, þú veist, en þetta er samt, við erum allir fullorðnir menn og við töluðum þetta var ekki bara ég eitthvað, nei. Kemur ekki til greina og sagði Arnar bara, þú veist, nei, við tölum þetta og þú veist, og hann var alveg sammála því að þú veist, þetta væri náttúrulega kannski full lítið svona, en hann vildi taka þessa umræðu við það og svo bara komist að þessari niðurstöðu að þetta væri ekki að fara að gerast. Og þetta ídyrindar sem við talum, við erum ekki bara að tala um leikmenn, bara þjálfara líka, bara mörglega á Norrlöndunum þeir bara ekki með svigrúm til að gera neitt. Já, en ég vissi það alveg að þeir gátu alveg borgað, sko. Já, það var bara út að þeir höfðu aldrei gert þetta áður, að þeir vildi ekki gera þetta. Já. En þá var þeir kannski ekki í súperettinu í dag ef þeir hefðu hjólað í þetta. Og vildir þú fegst ægó tilboð og þú vildi fá nýjan Reynsóver? Já, að minnstu ásti. En sko, voru þeir tilbúnir að semja við því kannski í landgrúsernum eða var engin millifur? Var það bara ægó eða Reyns? Já, þetta var pínuð þannig og svo bara hættu viðræður og allt í hennu var formaðurinn hjá þeim byrjar að tala við formann okkar og að reyna að finna eitthvað lending á þessu þannig að hann var bara kúplað út gæjanum hinum megin en þú veist að við vorum bara búin að ákveða það að við ætliðum ekki að
að halda áfram með. Þessi yfirlýsing sem kemur svo frá Norrköping og stjórnarformanum eftir þetta sem hann talar að við vorum svo sem ekkert byrjuð að ræðin verða en eitt, það bara kjaftaði. Það var bara kjaftaði, já. Áhugavert. Já, þetta áhugavert. Arnar Gunnlaugs mögulega þakkláttur þetta? Akkurat. Ég held að hann sé á góðum stað og hann virðist fíla sig vel í þessu starfi. Já. Og þú veist, hann nær alltaf svona einhverju svona jákvæði, ég hef svo sagt það í sjónvarpinu, þú veist, hann nær svona jákvæði væpi í kringum þetta einhvern veginn, þú veist, það allir orðnir spenntir fyrir þessu. Já. En aftur á móti þú veist, maður býður eftir að árangurinn fylgi. Já, klart. En þannig að þið leiði ekkert eins og að vera að brjóta ykkur að drauma þarna hjá Arnari á þeim tíma? Nei, það líka þannig að þetta örugglega erfiðara fyrir þjálfara sem hafi ekki verið atvinnumenn í fótbolta. Já. Arnar var lengi atvinnumenn í fótbolta og veit nákvæmlega út af hvað þetta gengur. Og þetta ekkert skiluru. Og hann var náttúrulega með flottari félagslega feril þar sem hann að spila í Premier League og annað. Þannig hann komin í allsvenskuna, sko, í journeyman ferilinn. Þetta ekki spennandi fyrir hann. Þetta ekki alveg sami glamúr og vera manager í Prem, sko. Já, að spila með Roberto Mancini og okkur görum, sko. Já, það alveg fair. Mér finnst líka gott sem Káriður talaði ítrekað í viðtölum, að hann talar sko að það ekki eins og hann sé að vinna sorpuðin í Íslandi, skilur. Það bara alveg fínt starf sem hann var í Íslandi, sko. Var hann ekki nýbúinn að skrifa undir bara risa díl eða þannig á íslenska mælikvarða? Óuppsegjanlegur. Já, maður vorkennir nú ekki neitt. Nei, það bara nákvæmlega þannig. Við erum farin í næsta lið sem Kaupin og Gylfa Sig. Langaði nú bara að bjóða frjálsa velkomin. Já, sælis. Í karlfjölskylduna. Já, þetta þetta risastór tilkynning. Hæsta hlutfall skylduðgjalds í séreigna. Já, sælar. Og þú vilt koma sem mest í séreigna. Frjálsi í sérflokki. Ég ætla nú að vona það eiginlega allir hlustendur sé með viðbótarlífeyrisbandað, en í Guðanabænum færi hann yfir til frjálsa. Já, hann auðvitað í Arion-appinu og sjófélögum í frjálsa býðst einstök yfirsýn yfir lífeyrisparnaðinn og kannski kynnið ykkur þetta bara betur á frjálsi.is. Þetta more vissum að fjalla þetta í oflöngu málu því að við ætlum að ræða Kaupin og Gylfa Sig. Það var þann 18. febrúar 2025 þegar að svo sprengja sprakk í grillið á okkur landsmönnum. Heldur betur. Valur hefði samþykkt tilbúð Breiðabliks Breiðabliks og Víkings í Gylfa, þeirra beggja. Sko, Kári, getur þú farið aðeins með okkur bara í gegnum atburðarásuna sem átti sér staðana? Þetta var náttúrulega bara endalaust fram og tilbaka. Þú veist, það var alveg ljóst að Gylfi vildi fara frá Val og og bæði við og Breiðablik voru greinilega meðvitaðir það. Þannig að við fórum bara í rauninni í stríð um að fá hans krafta og við löndum því en þetta var margra daga samningaviðræður og alveg, já og þetta endaði í að vera dýrasti leikmaður eins og hann ánáttúrulega að vera. Já. Þannig að þú veist, við vorum bara allir í skýjunum með þetta. Þegar maður fer í svona samningaviðræður við besta mögulega knattspyrnumann, allavega landsliðsmann í sögunni, sko. Dýrasti leikmaður hvað? Er þetta dýrasti leikmaður í Íslandssögunnar? Já, innanlands, já. Fer maður með eitthvað svona akkir í einhverja samningaviðræður, bara við getum ekki farið lengra en þetta? Já, auðvitað byrjaru þannig en þú veist, svo þetta náttúrulega bara dialóg míns og stjórnar og þú veist, þeir eru alveg kúrekar, sko, og finnst þetta skemmtilegt og eru til í að svona, við erum að reyna að raise the bar og þeir eru gríðarlega, við erum bara með gríðarlega sterka stjórn og þeir eru allir game, þannig að og eru aggressífir, margir flotti viðskiptamenn, þannig að þeir eru mjög aggressífir að náttúrunnar hendi, þannig að við vorum alltaf að fara að klára þetta. Já, og tímasetningi líklega var góð fyrir ykkur, þannig að Arnar nýtekið við landsliðinu og Sölvið tekið við, förum við ráðningu húnum eftir, en þú veist, þið sýndu bara þarna þó að Arnar sé farin, we mean business. Já, 100%. Og en það var samt, ekki spurning, og við en þú veist, það var samt, ég klikkaði aðeins og svona áttaði mig ekki alveg á stöðunni kannski að mér fannst liðið vera orðið helviti vel skipað en svona eftir á hyggja þá voru ekki með nægilega breytt á köntunum og
þannig að það svona svolítið gleymdist í öllu fíaskóin í kringum þetta. Já, sko, maður velti fyrir sér, sko, það auðvelt núna, þetta var náttúrulega reyndist rétt, ég held á titlinum í lok tímabilsins, en þetta var alveg áhætta samt, hann var reynda búin að vera flottur með Val tímabila undan, skoraði einhver 10 mörk ef maður rétt, en það er alveg áhætta að borga svona mikið fyrir svona gamla mann þó hann haldi sér mjög vel. Já, ég hafði engar ágjur af þessu, ég þekkja náttúrulega það vel að þetta var no-brainer, sko. Já. Og þó að, þú veist, við vorum náttúrulega meðvitaðir að þú veist, hann fekk gagnrýna hann í byrjun. Og við vorum alveg meðvitaðar að hann var kannski ekkert, þú veist, að spila sem besta leik. En það var því að við vorum bara kannski að biðja hann að gera hluti sem voru honum ekki eðlislægir, sko. Þannig að... Þið breyttu honum eitthvað aðeins, það ekki? Jú, þú veist, við ætluðumst til að hann væri aðeins framar og myndi skila sinni í teig og annað. Og þú veist, og hann þú veist, hann líður ekki vel að gera það. Þú veist, hann býður eftir skotinu fyrir utan frekar. Þannig að svona, við þurftum bara aðeins og þú veist, þar tek ég hattinn af fyrir Sölva. Hann var gríðarlega vel spotta hvernig hann, þú veist, bara aðeins tvíka þetta og bara viti mennan og hann besti mann í deildinni. Já, hann var náttúrulega þessi iconic borðið þarna, ekkert skilagjald, mynda Gylfa. Já, svo er það, þetta er svona, skilur, já. Hvernig þeir hafa spilað talandi að vörumerki. Nei, það var bara gott. Þú varst búin að tala um áður, þú varst búin að reyna lengi að fá hann. Já, auðvitað. Og þú veist, þegar hann fór í Val, það er ekkert launungamál og þá reyndi ég að fá hann. Og hann, þú veist, ég held að hann hafi valið sko þá Val út að hann taldi líklega að Arnar Grétars yrði langlífar í starfi heldur en Arnar Gunnlaugs og þá væri hann pínu in the wind, vissi ekki hvað var að gerast. En svo var Arnar Grétars rekinn og Arnar Gunnlaugs kláraði tímabilið. Já, var hann þegar hann mætir til ykkar hann ætlaði að vinna þennan titil? Já, það var ekki spurning og ég vissi alveg að hann myndi koma þannig til leiks, skilur, hann var ekkert að fara að skipta yfir Víking og ekki vinna. Það var ekki að fara að gerast. Hvernig metum við tímabilið hjá honum í ár, eða sérst 2025, var hann heilt yfir, mætti segja að hann eigi inni fyrir árið í ár? Þú veist, þetta sem við sáum frá honum í lokin er náttúrulega bara það sá Gylfi sem ég þekki og þú veist, hann er í ekkert eðlilega góðu standi þannig að þetta verður bara gæðin sem mætir í fyrsta leik. Já, lókuspenning var þetta af hverju Arnar ekki velin landslið og myndur þú velin að þú væri Arnar? Af hverju Gylfi ekki velin landslið? Já, bara allan daginn. Þú veist, jú, ég meina við erum ekki með það góðan hóp að þú getur réttlætt að Gylfi sé ekki að hann. Þegar maðurinn, þú veist, maður ekki tala um hann sem besta landsliðsmann okkar frá upphæfi og þú veist, hann kann að vinna leiki, hann kann að draga vagnin, hann líka, þú veist, við erum búin að færa hann aðeins aftar á miðjuna og þú veist, gríðarlega góður, bara vinnusamur og góður á boltan og getur gefið hann í öllum stöðum, þú veist, þetta er bara aðeinslu leikmaður, hann getur klára leiki. Já, klart. Þá förum við yfir í brottkvarið á Arnari Gunnlaugs og ráðningi síðan á Sölva og það er orka náttúrunar, orkuvísirinn. Það er breytilegir orkudagsinn þannig að fyrir náttúruglunar setja þvottavélina á nóttinni. Já, það er triksist þá fá viðskiptavinir óðin ódýra rafmagn á nóttunni að þeir séu með tímamældan snjallmæli sem sendir frá sér gögn á klukkutíma fresti en já, það er alveg hægt að spara sér nokkra krónur með því að gera þetta skipulega með ON. Það veitir ekki á þessum síðust og vestu. Nei, það er svona á þessum síðust og vestu, sko. Ég still alltaf vekjaraklukkur. Já, þú vaknar alltaf, ég veit það. Við byrjum á því hversu svektu varstu að missa Arnar Gunnlaugsson yfir landsliðið og kannski í kjölfarið voru KSÍ sengjarnar í samningaviðræðum við ykkur en til dæmis Norrköping. Hvaða bíl fékkstu þarna? Sko, það var alltaf ljóst að Arnar mundi fara og þessi tímapunktur var í rauninni skárri heldur en Norrköping tímapunkturinn. Varandi út að við vorum búnir að ákveða okkur að minnstasti gefa Sölva tækifærið að taka við þessu og hann var klár í það þannig að
þú veist, tímapunkturinn var miklu betri, þá var árliðið frá hinu og Sölvi kom með 1 ári meira í reynslubankan og allt staffið í raunni. Þannig að við vorum svona betur undir það búnir. Þú veist, þetta var svolítið skrítið. Það stóð bara svart á hvítu hvað hann kostaði ef að landsliðið myndi koma. Og við vorum ekkert að færa okkur frá því og gerðum Arnari bara grein fyrir því að við ætluðum bara að fá þetta sem stendur í samningnum hans ef þeir ætluðu að virkja þetta ákvæði að fá hann og enn og aftur, þú veist, þá bara við höfum aldrei keypt þjálfara, já, bara ekki okkar vandamál. Það er leiðilegt. Þið eru að fara að gera það núna. Já. En þannig að þetta endaði og þú veist, það er anda köldu ever since, það er ekkert launungamál heldur. Ok. En þú veist, þannig líður mann allavega. Þetta er rosa skrítið væp þegar maður fer hann upp í KSÍ, en það er no hard feelings frá okkar hálfu, sko, en það er svona tilfengið sem maður fær, en þú veist, þetta endaði bara þar. Þetta rétt skal vera rétt, skilur. Og þú veist, þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara key asset. Og þú veist, og þetta voru ekki stóru peningar, sko. Þetta er bara algjört key asset. Ef að þetta er maðurinn til að leiða þetta áfram, þá þetta bara gjöfin ekki gjald að borga fyrir hann, sko. En Arnar var ekki þarna að vera bara, tölum við Norsjöbygg ántölu landsliða þarna, Arnar var bara sami kam og görinn, sko. Var hann eitthvað pússa þetta meira eða? Já, þú veist, auðvitað var, þú veist, hann er náttúrulega Bjarki líka með honum, umboðsmaðurinn, sko, og hann er alveg harður, skilur, og þannig að, þú veist, þetta var alveg, en þú veist, við gerðum þeim bara alveg ljóst frá mig get-go að þú veist, við ætluðum ekkert að færa okkur frá þessu út, þetta var ekki, þú veist, unreasonable, alls ekki. Þó að það varst komið plan að Sölvi var að fara að taka við? Já, þú veist, það er líka bara, þú veist, þetta er líka viðskipti, skilur. Það er búið að borga mönnum X í laun og X í bónusa og bla bla bla, skilur, verðum að fá eitthvað tilbaka líka, sko. Þið bjúkaðu hann til? Eða þú veist að máli, hann bjóð ykkur til líka? Já, þú veist, þetta er bara mjög gott samstarf og var æðislegt samstarf og við skuldum Arnar ekki nema þakkir og bara æðislegu, skilur. Og við elskum hann, skilur, og ég vona að það halda allir með hann í Víkinni. Má nefna krónutöluna? Nei, þú veist, það væri steikt, sko. Já. En það er bíll? Það er einhvers konar bíll, svo sem þetta, já, ég ætla bara að segja þarna það var svona einhver umræða þegar að Sölvi var ráðinn að þarna þið hefði verið latir og farið auðveldulegin að velja aðstoðarþjálfara. Leifur spurði alltaf þessu fyrir þættinum, þú er líklega ósammála því? Já, ég meina, þú veist, auðvitað þó við séum ekkert að gasprum það að hverja við erum að skoða, en auðvitað voru allir skoðaðir. Já. En þú veist. Var þetta ekki alltaf bara planið? Jú, þetta er að sjálfsögðu planið, en að sama tíma þá er allt skoðað líka bara. Og þetta var bara langbesti kosturinn. Og eins og ég segi, þú veist, samfellan var alltaf, hefur alltaf verið það sem við erum með, það sem ég er að reyna að innleiða, einhverja samfellu og hefur við ráðið inn, þú veist, auðvitað voru flottir optionarna, en ef við ráðum inn bara segjum Heimi eða Rúnar, skiluru, ég man ekki, þeir voru ekki einu svona lausu, skiluru, en segjum það, sem eru bara frábæri þjálfarar, það breytist allt, sko. Já. Þau bara spila einhvern allt annan bolta, ég er ekki að segja að það, þú veist, örglárið Íslandsmeistarar eða eitthvað, ég veit það ekki, skiluru, en gætir ekki fengið, bara að segja Heimi eða Rúnar og sagt bara þú átt að koma inn og spila þennan bolta eða það kannski gengur ekki? Nei, þú veist, mér finnst það mjög ólíklegt að Heimir að Rúna sig frá að hlusta á mig þegar það kemur að því, skilur að þeir eru bara með sína aðferðir og að þetta er bara nákvæmlega sama, skilur ég að fara eitthvað út á markaðinn og finna eitthvað þjálfara, heyrðu, gjörðu svo vel Heimir, er eins og KSÍ gerði þetta bara nákvæmlega sama þannig að, þú veist, sjálfsögðu gerum við þetta eins og við teljum rétt. Já, sko, við förum við tímabilið aðeins eftir þessu, en sko, ef við tökum bara Sölva heilt yfir, þetta voru þetta ups and downs á þessu tímabili, en heilt yfir Íslandsmeistari á fyrsta tímabili, komuð þeir á óvart? Já, mér langar líka að bæta við þetta, hvernig var samtalið fyrir tímabil, hverja voru væntingarnir sem að gerða voru til hans? Ég sagði ekkert við hann að
og ég reknaði með að við myndum ekki tapa stíi. Það var fljótt farið út klukkan. Það var kannski full svona, já, viljulagt, en nei, það var náttúrulega, þú veist, við ætluðum okkur að vinna deildina og bikarkeppnina og og ná að minnsta kosti þriðju umferð í Evrópu og þú veist, við lendum út í Brøndby fyrirfram að normalíð ekki að tapa 4-0 fyrir Brøndby á útivelli. Nei. Það að vinna Brøndby 3-0 á heimavelli. Það skilur, ef þú setur það í samhengi við íslenska fótbolta og danska fótbolta og stærð klúbbana auðvitað, en þú veist, þetta var bara, þú veist, auðvitað voru mistök gerð og við höfum farið við það og en heilt yfir miklu meira jákvætt heldur en neikvætt. Já, heldur þetta hafi ekki líka bara verið geðveikur skólifina, Íslandsmeistari, en þú veist, hann har lært heilan helling á þessu tímabili. Jú, bara, og maður sér það bara á honum, þú veist, hann gríðarlega, þroskast gríðarlega mikið, þú veist, nú hann bara með 30 manna her sem hann það að stjórna og það sem Sölvi umfram allt að hann vinnir og hann gerir allt sem hann getur til þess að vinna. Já. Þú veist, og hefur alltaf gert frá að hann var krakki. Þannig að hann finnur alltaf einhverja leið til þess að vinna. Getur kannski farið yfir bílslysins? Sá talar þetta bílslys. Jesús Kristi. Sko, áhugavert nefni vinnera, sko, að því að gullkynslóðan okkar, það alveg ljóst að þetta eru vinnerar þarna. En hversu mikilvægir eru svona vinnerar innan klúbs? Við erum auðvitað með Gylfa, við erum með þig og við erum með Sölva þarna. Hversu miklu máli skiptir að þetta þetta eitthvað mentality sem smyndar út frá sér og... Já, 100%. Og þú veist, við vorum með Pablo og við vorum með Matta og þú veist, auðvitað maður stressað þegar svona strákar, Matti ennþá hjá okkur en Pablo farinn. Auðvitað stressast maður pínu upp að shit, hvað gerist núna, skilur. En það við erum samt með nóg inn á þessum velli, ég meina Helgi þrefaldur Íslandsmeistari, Óli tvöfaldur, Gunnar tvöfaldur, Kalli þrefaldur, þú veist. Já. Þetta allt strákar sem bara þekki ekkert annað saman með Ingvar. Þú veist, hann vinnur þetta með Stjörnu, vinnur þetta svo 3 sinnum með okkur. Þannig að við erum með nóga know-howi þó að nöfnin séu önnur. Þú veist, þetta eru bara strákar sem þekki ekkert annað en að vinna og vilja ekkert annað en að vinna. Þannig að nú ætlum við þeim bara að taka þetta kefli og halda því áfram. Helgi Guðjóns settur í bakvörðin og tekur því bara og pakkar því saman. Þetta séu við að hugafar? Heldur betur, þetta bara æðislegu drengur og En Sölvi góður að henda honum á það, líka? Já, og þú veist, þetta hendar honum alltaf og við sáum það í rauninni á æfingum og Sölvi benti mér á þetta, við vorum að horfa á æfingu, hann segi bara, sjáðu, þú veist, við vorum að spila eitthvað 1 á 1, svona, þú veist. Já. Og Helgi var bara eiginlega bestur 1 á 1 að þeim öllum. Öllum var það, þú veist, þó að hann væri þá sóknarmaður. Já. Þannig að við vissum alveg að hann ætti þetta til. En svo náttúrulega mútið Panathinaikos erum við að spila þetta, þú veist, með 3 manna eða 5 manna línu og þá náttúrulega sjá hann í vangbakverðinum sem hentar hann náttúrulega gríðarlega vel því að hann getur hlaupið að eilífu og þú veist, góður 1 á 1 varnarmaður og með mikinn hraða og lungu þannig að hann getur, þú veist, hlaupið á háu intensity í 90 mínútur og var æðislegur í þeim leikjum og svo bara, þú veist, tróaðist það í að prófa hann í 4 manna línu og bara, það var sama. Samt hann að skora og leggja upp endalist, sko. Já, ég held að hann hafi 3. sæti yfir svona mestu contributions af öllum í liðinu, sko. Bakverður, sko. Sko, við tölum Panathinaikos og Brøndby og þeir eru auðvitað að gera eitthvað sem að kannski, ja, þeir eru að labba svo að vonandi komandi kynslóð geti hlaupið. Við erum að marka bara ný spor í Íslandssögunni en sko, ég held að það hafi verið sko að hlaupa mílu á undir einhverjum mínútum. Það bara í fyrsta skipti sem við gert þá bara kom bara 10 árað eftir. Sko, ef þetta væri ekki, ef við værum ekki að marka þessi spor, sko, með Brøndby leikin úti og Panathinaikos, sko, ef það væri fyrirmynd og fordæmi fyrir þessu, heldur við hefum kannski bara unnið Brøndby. Þú vantaði einhverja trú þar
og eitthvað fordæmi? Það var eitthvað sem gerðist þar. Það var bara einhver heilablæðing, sko. Þetta var eitthvað overwhelming, en þetta fer bara í reynslubankan og þú veist, þetta er kannski mikið að leika, þetta er ekkert mál fyrir Gylfa, þú veist. En það er ekkert margir af þessum strákum sem hafa að spila kannski á svona velli í svona stemmingu með svona mikið undir, en þú veist, jú, flestir náttúrulega í sambandsdeildinni ef hann pælir í því, en þetta var mikið af nýjum leikmönnum og svo framvegis, en þetta var bara one-off, þú veist, og við tækluðum þetta bara þannig. Það er ekkert annað í stöðun en bara áfram gakk, skilur við. Það er ekkert annað ekkert en að læra þessu. En þú veist, við erum alltaf búin að velta þessu fyrir okkur bara í sem þætti og annað, þú veist, og það er ekkert svar við þessu, hvað gerðist? Þetta er bara breinfart, er það ekki? Jú, þetta var bara, þú veist, einföld mörk og þú veist, já, og bara einhvern veginn, menn voru overwhelmed, bara hrættu að gera mistök allt í einu og þetta var, þú veist, þetta var bara, út af fyrirháleikum var bara góður, sko. Þangað til að þeir skoraði, þú veist, þetta var ekki einu sinni brot, sko, hann að robba. Já, sem eru þetta partur af tímabilinu sjálfu og við ætlum að taka það fyrir næst þetta með Apro gerfugreind á þínum forsætum Apro vitinn, hann saminar Íslands viðmót örugga aðgangsstýringu og tengingu við innri kerfi fyrirtækja þannig að þið getið nýtt ykkur kraft gerfugreindar á öruggan og hagkvæman hátt sem að ég held að talsveit mikið af fyrirtækjum með núti sem að getur nýtt sér þjónustu Apro og ætti að kynna sér hana í það minnsta Peningum vel varið þar Samanskapi hitt upp á alls óumitt, það er Giggo Apro og Giggo, það er fyrir einstaklingana að núti Kári, ert þú handlæginu? Nei, ég veit ekki segja það Þú ert ekkert á Giggo En mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt eins og en einhvern veginn klúrust þetta alltaf Já, það má alveg gera allt mögulegt þarna það má setja upp IKEA-skápin eða vanta pípara, ræfirkjameistara eða vanta DJ, bara hvað sem er Slákar, það skiptir ekki máli er alltaf til giggar til að gangi öll góð verk og já, ef þú ert handlæginn þá er mögulega tækifæri fyrir þig til þess að Ég ætla að byrja og ég ætla að spyrja sko á Giggo, eða spyrja spurningar Já, ég ætla að byrja Giggo líka Hvað heldur að, ég veit að þið voru að dílaði meðsli þegar tímabilið var að byrja vinni fyrstu 2 leikina, tapir svo fyrir afturheldingu og þetta verður svona ups and downs tölum alltaf ánum bröndbítabi en hvað var að hrjá liðið til að byrja með? Var það bara Sölvi að koma sér inn í starfið eða var þetta eitthvað sem þið fínbúsuðu? Nei, við vorum alltaf, þú veist, það voru svona áherslu breytingar og það tók pínu tíma og meiri tíma en við reknum með að innleiða þær. Máttu segja hvað það? Já, þú veist, þetta voru svona færslur innan skilur að milli staða leikmanna og pínu eins og PSG, þú veist, gjössalega pökkuð eða meistaradeildinni saman. Og svo var kannski, það er oft þegar þú gefur mönnum fyrirmæli að þeir fylgja þeim alveg to the letter sko. Og það er innan fótbolta, það er oft ekkert aðeinslega gott sko. Þá svona dettur frelsis stemmingin niður sko. Og þeir hætta að gera það sem þeim finnst rétt. Og svo það var eitt og svo náttúrulega þetta Gylfa atrið og þú veist og hugsanlega var Gylfi aðeins í stöðunans valda þú veist, valdi náttúrulega þannig að þeir ekkert að þvælast fyrir hvor öðrum en þeir voru kannski að loka á hvern annan þetta er svona eins og þú spila með sko 2 áttur og 1 sexu það verður oft svona, það er erfiðar að finna plássið frekar en að vera með 2 sexur og 1 10 sem í rauninni bara og þú veist, og það var í rauninni það sem gerist sko, að við finnum svona út í hvernig og þú veist, þá fáum við líka að sjá þá sjáum við, þú veist, þeir springa út samtímis seila sko, Valdi og Gylfi En varstu farin að hafa, þú veist, náttúrulega bara kemur snemma þetta skelfilega tapan í Eyjum á sem glæsilega Þórsvelli þarna og þú veist Ég ætla bara að spyrja þig, Sölvi er náttúrulega besti vinnuðinn, sko, var sætið hann Sölva einhvern tímann heitt? Já, ég meina, þú veist, já, ég meina það var alveg kurr í stjórn. Það er bara, og þannig að það var alveg hitt undir honum á tímabili. Það er bara, þú veist, og hann veit alveg name of the game, skilur, ég var árangur, þú veist, við erum alltaf með rándýrt lið og ógeðslega gott lið á okkur þykir. Og ef árangurinn er ekki eins og menn vilja hafa hann þá náttúrulega myndast pínukur
En þú veist, og það líka bara allt í lagi að vera hreinskilni með það, skilur, að það kom ekki bara þrum úr heiðskilur lofti, sko, bara aðeins að bara setja pínu press á menn, láta það vita þess. Sko, já. Ég má til með að skjóta inn í að því að ég oft hugsa að það ekki öfundsvert starf að vera þjálfari og þurfa að vera svona hreinskiptin og það svo mikilvægt að koma hreint og beint fram og sama með þitt starf. Hversu náttúrulegt það fyrir þig að aðskilja að hafa bara business og síðan persónuleg sambönd, þetta allt leikmenn og þjálfari sem að þú hefur verið að spila með og átt í nánum samskiptum við, hvernig það? Sjálfur bara bestu vinur, sko? Já, saman með Arnar Gunnlaugs, þetta allt bara þessi persónuleg sambönd og síðan þessi viðskipti sem eru síðan líka í þessi stað. Já, þetta náttúrulega svolítið grillað, ég held að það hafi verið, hver var það? Það var Bjarni Guðjón sem sagði einhvern tíðan við einhvern að sko besta giggi náttúrulega aðstoðarþjálfari giggi. Já. Þá getur það bara að vinur allra þú veist, hvað Sölvi að gera? Ég hef aldrei gert það. En sko, þú veist, þú þarf náttúrulega að kúpla eins frá og út af að þetta er, þú veist, já, þetta er ekkert eitthvað æðislegt, skilur, þetta er en eins og með Sölva, ég náttúrulega vinn næst með honum og en við tæmjum okkur bara algjörar hreinskilni í þessu, skilur, og hann veit alveg út af hvað þetta gengur og þú veist, þjálfar eru reknir daglega í fótbolta, þannig að Breyttist verkaskiptingin eitthvað, breyttist hlutverki þitt eitthvað frá því að Arnar hætti og Sölvi tók við, eða var það bara alveg eins? Við erum bara þannig, þú veist, eins og ég vinn mjög náið með Guðjóni líka sem er framkvæmdastjórinn okkar og þú veist, það sem við segjum alltaf, þú veist, ég er ekki að reyna að taka starfið þitt, sko. Nei, þú ert ekki með þann draum. Nei, þá hefði ég, þú veist, reynt að fá það fyrr, sko. Þannig að allt sem ég segi, ég er bara að reyna að hjálpa þér í, þú veist, þú ræður hvað þú tekur, en þú veist, ef þetta er að klikka eitthvað, skilur, ég mun ekkert segja eins og ég sagði á hann, heitir segja told you so, en bara, þú veist, ég mun halda áfram að banka hurðina og segja þér, herri, eitthvað, einfaldum þetta, förum meira direkt eitthvað. Má ég spyrja þig, sko, þú talar aðeins að fyrir þættinum, en eftir þetta Brøndby-tap, þú veist, það er alveg augljóst að það hefur tekin einhver góður móralskur fundur þarna eftir þetta. Hvað átt sér stað eftir þetta Brøndby-leik? Þú veist, það var náttúrulega bara farið, ég fór bara, þú veist, við töluðum náttúrulega saman, ég og staffið og bara hvað fór úrskeiðis og það voru náttúrulega allir pínlitlir í sér og bara leiðir yfir þessu og það var mikil reiði hingað og þangað en svo var bara tekið mjög góða fundur á Sölva og liðinu og bara þetta var bara sett í baksýnisspegilinn og þetta var bara það var bara shit happens, það er í raun eina sem maður ætti að segja við þessu, það var bara ógeðslega lélegt. Sko, við erum svona nýbúin að sjá þessa sambandsteild og þessa riðlakeppni og við erum að sjá það að það er svona í þessu Champions-pathi að þá er eiginlega bara sambandsteild lágmarkskrafa, ég veit ekki hvað við Blikarnir töpuðum mörgum leikjum og samt einhvern veginn komin í riðlakeppnina, veistla sko, en það hefur engu liði tekist þegar reyndar náðu að komast í úrslitaleikarna síðast tímabilið á Arnari að keppa báðum vígstöðum. Er það álag eða er það hausinn? Sko, ég held að það sé bara bæði í rauninni. Auðvitað er þetta álag, við erum ekkert í sama peningaflokki og þessu stærri, FCK og Malmö sem geta bara flogið private í alla leiki. Við erum að fljúga til Albaníu með Wizz Air, sko, og svo millilent á Charles de Gaulle og farið í einhverja hringi þar og Ryanair heim. Þannig að þetta er ekkert ideal, en að sama skapi erum við núna konum með þannig hóp að við ætlumst til að við vorum helvítið nálægt í Arnari en við vorum svona, ég vil meina hefði við fengið hennar leik aðeins seinna á móti Breiðabliki, það var full nálægt eftir alvöru törn, sko. Já. En við ætlum sannarlega að gera það í ár og stefnum hærra í Evrópudeildina en við ætlum aðeins að skoða, við erum líka búin að skoða hvernig við ætlum að ferðast í þessa leiki, hvernig við getum gert það betur og þannig að endurheimtin verið betri. Já, svo líka bara, ég ætla bara að segja, þú veist, ég sagði við Dóra Árnaðar að koma til okkar fyrir ári síðan, ég sagði bara, núna í janúar, þeir eru allir útkvíldir, ég nenni ekki að hlusta væl hjá þeir í miðju tímabili hvað þetta er mikið álag og erfitt, ertu ekki að segja það við Sölva núna?
Sko, það þarf ekki að segja, við vælum aldrei yfir, við höfum bara sett það sem bara stefnu félagsins að við erum ekki að væla yfir þessu. Okay. En stundum, þú veist, stundum allt í lagi, er hægt að breyta þessum leik, hérna, þetta kannski ekki alveg ideal, en hérna... Kási ekki að hjálpa ykkur mikið. Anda köldu það. Við sjáum til. Já, Kári, þú varst byrjar að koma inn á komandi tímabil. Ég ætla bara að kveðja senasta tímabil, endi móti auðvitað af að samfærið 57 stig eftir 27 leiki og samkvæmt Birkis-tölfræðinni eru það 2,11 stig í leik. Já, og svo það sem að mér varst mest impressið Víkingana og Hrósa Sölva og alla Víkingi er að þeir heldur svo bara áfram að vinna. Unnu fokking Blika, höfðu enga keppa. Blika var að keppa með Evrópusæti. Mér varst það mjög impressið. Já, mér dætti hug too good. Já. Það er bara ógóðir. Já, ég veit. 12 stiga fórskot á endanum, en við ætlum að fara okkur í tímabilið framundan. Sko, komnir Elías Már Ómarsson, Aron Snær, Ármann Ingi og leikmaður sem að, þú veist að tala um það áðan að setja húsið undir á ákveðin aðri kemist í aðrum. Sko, ég talaði við lengjuna upp á að veðsetja húsið mitt, íbúðina mína, upp á að Björgvin Brimi næði langt, sko. Já. Þeir sögðu bara að þetta er ekki bransin sem við erum í, þú veist, þú getur tippa hjá okkur bara einhvern leitin og svona, en þú veist, við bjóðum þessa stuðleiki, sko. Hann er frábær og ég er mjög spenntur að sjá hvernig þið munið hérna láta hann blómstra. Er hann ekki farin í Seltjarnarnes eða? Farin á lána allir? En hann er geðveikur, sko. Hann er 12 ára eða eitthvað. Já, reynda. Er mikið verið að tala um þetta? Nei, farnir Matti Villa, Pablo Puniet og Pál Meira. Sko, já, bara er allt klárt. Já, ekki nema að við missum einhverja í atvinnumennsku eða, erlendistíl og þá... Býstu við því? Já, þú veist, þetta er samt í fyrst skipti sem ég hef ekki alveg, átta mig ekki alveg á því hverjir það eru. Þetta var eins og við talaðum áðan að þú veist, það var frekar augljóst að Gísli Gott og Ari og hugsanlega Djuric væri að fara. En núna er þetta pínu, þú veist, menn er aðeins eldri og þetta er svolítið, maður er ekki alveg viss. En er þetta ekki bara, veist, þetta er Helgi, þetta er Karl Friðlaugur, þetta er Valdimar, er ég að finna fjólið hérna? Nei, ég meina, þú ert með Daða, þú ert með Stíg, þú ert með, þú veist... Það gætu allir farið, þeir hafa allir erindi til þess. Þú ert með, Sveingísla... Þú er transferrúm að pumpa þetta upp að það. Þú ert með Robba, skilur, þetta er, þú veist, það er Óskar, þetta er endalista gæjum, sko. Já. Og svo Davíð Helgi líka, hann er eitthvað á hjá honum. Já. Langaði ekkert að sækja Arnór Ingo eða Gumma Tóta? Þú veist, þetta eru báðir frábæri leikmenn, ekki spurning, en sko á miðinu hjá okkur eru með Daniel Hafsteins, Gylfa Sig, Tarik, Viktor Örlyg, Daða og Aron Elís. Já, gleymum honum. Skilur, þannig að, það er bara, það svarar sér sjálft, sko. Þannig að þú ert ekki bara að sækja leikmenn til að sækja? Nei, eins og ég segi, þú veist, við getum ekki komið vekk fyrir að það fari góðari leikmenn í önnur lið, sko. Við getum ekki sænað alla, þú veist, við erum með 6 miðjumenn. Vissulega mun einhverju spila aðra stöðu líka, en hérna, við erum með helvíti þétta miði. En Arnór Ingvi kemist hún líklega í, hann hlýtur að vera bestið miðjumar eða fyrir utan Gylfa kannski í deildinni. Við erum betur en Daniel Hafsteins, og Viktor og Aron Elís. Ef ég horf á CV-ið, ég gleym ekki þessu Austurríkismarki, sko. Nei. Hann er nýja nú bara. Þetta er eitthvað sem að verður að komast á hreint fyrir hamingjufólkið. Björgvin Brimi, er hann með Kolbakk Klós? Kolbakk? Já, getið kallað hann tilbaka miður tímbili? Já. Gott, bara að vita það. Ekki gott fyrir gróttuna. Já, ræðilega verið fyrir gróttuna. Þannig að það er engin sérstök stað sem þú ert að horfa í að... Nei, og svo, þú veist, vorum að fá Ármann Inga núna, sem er vinstri fóta kantmaður, gríðarlega spennandi. Stimplaði sín, búin að æfa tvisvar og bara lukkar mjög promising. Þannig að við erum, og svo erum við með Svein Margeir, hann er komin að gleymist oft. Daði er náttúrulega bara eins og nýr leikmaður hjá okkur. Þú veist, hann spilaði ekki neitt í fyrra og var valinn efnilegasti leikmaður mótsins samt, sko, þannig að, þú veist, við erum alveg, það mega alveg einhverjir fara og við erum alveg vel í stakk búin að takast á við það, sko, þannig að við, Hvað viljið vera með stóran hóp? Eða hvað verður svona draumurinn?
í bara numbers. Já, bara svona sem að gætu verið með eitthvað input. Þú veist, er það 18 eða 23 eða þú veist? Við erum alveg 22-3 sko. Já, ég ætla aðeins að halda frá Pundaður, Birnir Snær, Siggi Lár, Gísli Eyjóls. Varstu ekki að pæla þessum mönnum? Jú, þú veist, Gísli Eyjóls og Bitti og Siggi, þetta eru frábæri leikmenn, en þú veist, Siggi ég hefði ekki getað sæna Sigga nema, þú veist, Helgi verið seldur út eða eitthvað. Helgi spilar alla leiki, bara aldrei meiddur, ekkert við að sinna á honum og Gilli líka spilar þarna, þó að hann sé náttúrulega meiri hafsend, spilaði hann samt pakkaði Jónatan Inga á móti Val þarna og bara búin að standa sig gríðarlega vel, þannig að við erum með 2 þar. Hvar eru þið þunnir? Gísli, eða einhvers staðar þunnir? Við erum hvergi þunnir, sko. Það er náttúrulega pointið. Við vorum þunnir á köntunum í fyrra, þú veist, svo fengum við Óskar og þú veist, Bitti auðvitað, það vildi allir, þú veist, allir víkingar bara, hvað ert ekki að kaupa Bitta? Við erum með Óskar og Stíg á þeirra preferred staða er á vinstrikanti og þeir Stígur 18 ára og Óskar er, þú veist, 22 ára. Já. Bitti er að vera 30 ef hann er ekki orðin 30 og þú veist og kostar handlegg. Já. Þannig að það verður að taka það aðeins inn í jöfnuna líka. Gísli Eyjóls vissulega pínu svindlkall í þessari deild þegar hann er að spila sem besta bolta. En að sama skapi 6 miðjumenn, þú veist, hvað, já. Já, það er alveg rétt. Þið er náttúrulega, eins og ég nefndi í byrjun þáttar, það er allt flæðandi í seðlum hérna í Víkinni núna. Eru þið að passa vel upp á buttuna samt? Þú veist, við tökum bara þær áhættu sem við teljum réttar, skilur. Við erum ekkert að setja allt á rautt eða allt á svart, en við erum vissulega, þú veist, að taka sénsa. Já. Ég er á nokkrum tölum hana. Já. Sko, seinasta umræðulegurinn fyrir riddarspurningarnar. Ég er mjög spenntur núna. Það eru margar góðar þar, innsendar. En okkur langaði eins að ræða GoalUnit og það eru Elko. Leifar aðeins að hugsa þetta menn ég þylum frá Elko sko. En við bjóðum þá hjartalega velkomna í Kattfjölskylduna. Já, velkomnir. Við erum nú oft vesla við þá sko. Já, þetta er auðvitað. Ég hlakka svo til næsta jólabóðs. Setjast niður með öllum þessum frábæru fyrirtækjum. Reikningsviðskipti fyrirtæki á elko.is. Ekkert mál að mæta í viðskipti þar, ef að lánsæðismættir í lagi þá er umsóknin afgreidd samstundis. Sæls. Já, þetta er auðvitað frábært. Þetta er til fyrirmyndar þetta einleikaferli hjá Elko og þeir eru alltaf í einhverju skemmtilegri nýsköpun og talandi nýsköpun. Það gæti verið í Elko í svona 5 klukkutíma. Tímið bara týnist þarna. Já, maður gæti að hæla. Annar staðar sem að þú hefur verið í 5 klukkutíma, veit ég, það er Blöss. Ég hef notað vöru frá Blöss í 5 klukkutíma. Já, þú varst, sko, ég keypti mér Desire G-Spot frá Reset núna síðast. Vel gert. Hrikalega góð vara og notaði hana endinga góð sko. Kári, hefur þú eitthvað verið að versla í Blöss upp á síðkasti? Ekki upp á síðkasti. Já, mætti klifjaður í stúdíu það. Já, nei, það er aldrei að vita. En sænska fyrirtækið GoalUnit hefur komið eins og stormsveipurinn í íslenskan fótbolta og hafa mörg liði byrjað að nýta sér krafta þeirra. Þið eru eina liði sem er ekki að nota GoalUnit og já, maður hefur heyrt einhverja gagnrýnisraddir. Óli Jó er ekki hrifinn af tölvunni, sko. Er það ekki bara því að liði ykkar er svo gamalt að forritið myndi krassa eða myndi stimpla þeim? Nei, það er yngra en menn grunna, sko. Það gleymist að við erum samt með, sko, 4 af efnilegustu leikmannum í okkar hópi. Sem einn var Valina í fyrra, svo erum við með Davíð Helga, svo erum við Björgvin Brima, svo erum við með Þorra sem skoraði, búin að markaðistur markaðistur maður Víkings á undirbúinstímabilinu. Svo erum við Stíg, þannig að við erum, þú veist, auðvitað erum við að pæla í þessu alltaf og að vera ekki með of gamalt lið og þegar, þú veist, og erum að yngju upp, við erum með 2 hafsenda sem eru, sko, báði 22 ára, en, þú veist, við erum með Gunnar líka sem er 30 og Ólegu sem er 34 og ef að menn eru nægilega góðir og þá, þú veist, ef þeir eru nægilega góðir og þá skiptir þessi aldurinn einhver máli, sko, og það er þetta, þú veist, en þú þarft bara að hugsa út í það eins, skilur,
hvenar endar þetta, þú veist, hvenar eigum við að call it quits með þennan hérna og þá bara fínt að vera opinn með það og en við þurfum ekkert sænskt forrit eitthvað til þess að segja okkur hvenær fólk búið í fótbolta og við erum pínu að hugsa núið líka þó vissulega sé að hugsa eitthvað fram í tíman að þá er það að hugsa þú veist, 1-2 ár líka og hver myndi ekki vilja hafa Gylfa sig í liðinu núna væri til að hafa hann í liðinu eftir 10 ár, nei. Gylfur þá þarf einhver annar að taka við. Hann þarft ekki góljúni til að segja að Ekros sé 34 ára. Já, þú veist, en ég meina, þú veist, það er náttúrulega margt í þessu og bara, þú veist, ef að fólk finnst þetta sniðugt, þá bara er það æðislegt og bara vonandi gengur þeim vel með þetta en þú veist, við erum ekki að eldast við þetta. Nei. Erum við að tala um það saman eins og við tölum á hann fyrir þetta, við erum að tala um landslið, það er árangur núna? Auðvitað. Það er bara 100% þannig. Við erum að hugsa árangur núna, við erum á þeim stað. Við erum búin að vinna þetta núna 3 og við ætlum að halda áfram að vinna þetta. Já. Þannig að ef að við værum eitthvað að taka handbremsuna núna og fara að spila til framtíðar, við erum að spila til framtíðar líka, en núið er samt most important. Já. Þannig að það er hægt að vera pæl í núinu, árangur núna, en að vera sustainable líka. Já, þú veist, sustainable kemur náttúrulega með, þú veist, að vita það allir að Evrópukeppnin er sustainability í þessu. Og ég er líka bara sustainable leikmannhóp, sko. Já, þú veist, og svo er það, ég meina, sustainable leikmannhóp, þú veist, það breytist alltaf. Það er alltaf verið að ringla í þessu eitthvað. Og við skoðum hennar leikmannhóp, þú veist, vikulega. Er hann bara settur upp á töflu, hvernig getur þetta litið út eftir 2 ár? Hvað var þessi mikið eftir saman? Eru að fara að endurnýja við þennan eftir þetta tímabil? Hvað er hann gamall? Finnst okkur að vera á leiðinni niður? Og þetta er umræða sem allir eiga í félaginu. Bæði ég við Gauja og við Stjórn og við Sölva og við Viktor og við Aron og við alla sem bara koma að þessu. Sko, eitt sem ég langar að spyrja það og ég er svona ef þú reynir að taka að í Víkingsglerunni, ég frekar að spyrja það bara sem fótbolta sérfræðing, sko, erum að sjá að lið eru búin að finna upp á þessu góljúnudæmi og við sjáum hvað Valur er að gera, við sjáum hvað FH er að gera, Blikar er líka að gera þetta, sko, Heimir Guðjóns var hjá okkur góðu viðtal daginn, það sem hann var að tala um, sko, að vegferð er eiginlega bara svona afsökun fyrir að vera ekki ná árangri. Ertu sammálaði? Það fer eftir því á hvaða stað þú ert. Þú veist, tökum kvennaliðið okkar sem dæmi. Já. Það er rosalega spennandi verkefni. Og mér finnst það metnaðarfullt verkefni. Erum við að reyna að vinna Íslandsmeistaratitilinn? Já, Einar er svo sannarlega að reyna að vinna Íslandsmeistaratitilinn. En við munum ekki kaupa Íslandsmeistaratitilinn. Þú veist, við erum að keyra þetta áfram á ungum stelpum og þetta er ótrúlega spennandi verkefni, ótrúlega gaman að sjá þær, það eru ungar og ferskar og við gefum þeim sjens og þær blómstra og þær hlaupa bara yfir summa þessum liðum. Þetta er miklu, þú veist, þetta er eiginlega skemmtilegra heldur en hitt er bara, stress og bara það þarf að nást árangur og það er helviti mikið undir hérna. Og við þurfum að komast í Evrópu og við þurfum að vinna og við þurfum að gera hitt og þetta. Þannig að þú getur alveg verið með metnaðarfullt prógram þó að það sé ekki allt sett á rautt eða svart. Já, og svo mögulega eru þau bara þurfa þessi lið að gera þetta því að þau eru kannski til dæmis ekki í Evrópu og kannski bara buttan ekki tóm en kannski minna á milli handana og þá ertu kannski bara nöðu beður til þess að prófa eitthvað annað. 100%. Og það er náttúrulega bara þannig að þú veist, það er svolítið erfitt, þú veist, suma þessu liðu geta keppt við okkur í einum leik, en yfir heilt tímabil, því lengra sem tímabilið er í rauninni, því líklega er að við vinna. Þannig að, ég myndi vilja hafa þetta bara 50 leika tímabil, því að við værum alltaf að fara að vinna það. En við getum hins vegar að tapa fyrir öllum þessum leikjum ef við mætum ekki leikin. Þannig að þessi lið, þetta er erfitt og þess vegna skilji þetta mjög vel og þetta er bara á mjög vel við hjá mörgum að reyna að finna einhverja leið að lifa þetta af. En hvernig finnst ég þá að lesa eins og Jói Kalli talaði að þetta er allt og gömul deild og við þurfum að leyfa ungu leikmönnum að spila og annað, það er kannski bara sumlið sem er í því, það er ekki öll lið að gera það? Já, bara 100%.
og auðvitað, þú veist, það ekkert öll liðin að keppa Íslandsmeistaratitil og það líka bara allt í lagi, skilur en ég meina, við höfum reynt að kaupa leikmennur á öðrum liðum þar sem, sko, talsmenn liðana að leggja okkur línunar og segja okkur hvað við ættum að vera að gera. Já, frábært. Og svo fara þeir að elta allt innu kemur peningur inn hjá þeim og þá fara þeir að gera nákvæmlega sama, sko. Þannig að þú veist, við erum alltaf í þeim business að reyna að vinna þetta at any cost og og ætlum bara að halda því áfram og það ekkert goal unit sem mun stoppa okkur í þeirri vegferð. Nei, fyrsta riddaraspurningin á hann og kemst að samstarfsaðalum okkar, það Þorbjörn Atli, hann skilaði góður kveðið til. Já, takk fyrir það. Býða að helsa þig, Bjössi minn. Hann sagði mig góða sögur sem ég ætla að segja eftir þátt. Látum hann að býða aðeins. Já, við erum konið í riddaraspurningarnar og það David Jones. Sko, eða þú ert á leiðinni til tenni eða eitthvert í fríð, eða þú ætlar að stytta aðeins skammdegið. Já. Millimáli flugvélni. Að brjóta upp, já, þá myndi ég mæla með David Jones og sko, tenni, þá myndi ég alltaf taka sour cherry cola. Já, það sammála. En ef þú ert að fara í kannski meiri borgarferð, þá myndi ég fara í lakrísinn. Já. Eða ananasinn. Ananasinn jafnvel, nýja bræði, það rosalegt sko. Sælis. Og svo það frumeri, allir að dreifa sig í skoðun og þeir sem eru með 2 í endastaf. Tic-tac. Já, bara eins og skot. En við erum konur að riddarspurningun og þær voru margar og það voru ekki allir sem að þorðu að hjóla í því undir nafni. Það eru talsveit margir sem að vildu gæta nafnleysis. Árið þekki það nú. Já. Það er einn hérna nafnlu sem segir alvöru kóngur að mæta og þetta hann með margar spurningar hérna sko. Og jafnvel, ef þið tekst að giska á hann, þá skal ég mögulega ljóstra þið upp sko. En þú gætir alveg á þið sko. Hvaða klúbb myndir ekki spila fyrir aftur? Aftur? AGF. Var það rétt svarað það? Ég veit ekki neitt. Ég fekk þessar spurningar upp í hendurnar og ég er spenntur að heyra. Kári, hvort færur í sveitastjórnarpólitík, alþingi eða beint í forseta? Það er svo gott að hafa hann á teininu minna sko. Sko, sveitastjórn sennilega. Já, það verið sveitastjórnin. Hvernig gengur að mastera rifin á smógrillinu? Heyrðu, það gengur. Ég var að kaupa nýja smóker, þannig að vonandi gengur þetta eins betur. Draumahól í gólfinu? Það er bara félagarnir. Ég er alltaf í draumahóli með þeim, sko. Já. Sko, hver var hæfileikaríkasti leikmaðurinn í yngri flokkum? Einhver leikmaður sem endaði með brostnu, þetta er þetta frá öðrum aðla, endaði með kannski, hvað mest brostnu drauma? Var eitthvað góður að það? Já, sem á mínum aldri. Já, þínu reiki. Já, það var náttúrulega bara einn af mínum allra bestu. Andri Tómas var gríðarlega sterkur í handbolta og fótbolta og meiddist illa. Og svo var strákur í Fram, séð Kristján Páll. Hann var eitthvað tengdur Daniel Ágúst. Hann var svona generational talent. Já. En hann bara hvarf einhvern veginn. Alveg, hvað gerist fyrir hann? Nei. Þú varst náttúrulega í gólfinu. Spilar mikið með konuðinni? Ekki mikið, nei. En svona, það kemur fyrir. Já. Við erum sikkur golfklúbbum. Í alvörunni? Já, þú náttúrulega, það er svo mikið að golfvöldum að þið garðabönnum. Það er skiljanlegt, sko. Sko, við afgreiðum þetta aðeins á hann. Það er gallið við riddarspurningar. Það er komað svona í seinni bylgjunni. Er eitthvað sem ungu leikmönnum að fara að fá að spila í sumar og er einhver með þannig gæði að hann getur ekki næsta skrif og farið út? Já, ég meina, þú veist hann Davíð Helgi fer sennilega láni að minnst þú veist fyrir hluta tímabils. Það er strákur sem er verið að fylgjast með. Stígur annar, Daði Berg 100%, hann er bara meiddur núna, þannig að við sjáum til hvernig hann verður fitt, sko. Og já, Óskar náttúrulega líka. Það er annar. Náttúrulega ennþá kollungur. Já. Þorvaldur Freyr hjá David Jones. Eiga áherslu landslýsins að vera fyrst og fremst á sterkan og skipulaðan varnarleik þrátt fyrir að okkar bestu menn séu sókna sinna þér? Auðvitað, ég meina, þú vinnur ekki neitt ef þú þarft alltaf að skora 3-4 mörk í hvernig leik.
þess og heldur þegar varnarmennir eru ekki þeir bestu, en ég meina það var þannig líka. Fyndna var að voru miklu stærri nöfn fram á við þegar við vorum að spila. Já. En fókusin var á varnarleikin og það var bara treyst á að sóknarmenni getur klárað þetta og svo reyndum við að hlunga inn einhverjum mörkum úr föstum leikatriðum þegar það átti við, sko. Og aðeins hjálpa til með það, en hérna þannig að ég sé ekki af hverju við ættum ekki að gera það líka núna. Nei. Algjörlega. Sorry, ég verð að spyrja, var erfitt fyrir þig að horfa á þessa Úkraínuleiki, sérstaklega eins og 5-3 heimaleikin? Þetta bara galið, skilur. Að skora 3 mörk á heima, já. Og þú tapast. Þetta á ekki, bara sorry, en þetta á ekki að vera í boði. Nei, þetta kemst ekki inn í hausuna á hún. Já, það meðtekur þetta ekki. Skilur þetta. Nafnlaus, elskar að brjóta drauma, tókst Norrköping af Arnari og tókst IBF af Aroni Baldvini. Nei. Já, ég elska það. Já. Nei, þú veist, ég held að ég hafi gert Aroni Baldvin greiða og Arnari líka greiða at the end of the day. Já, þú ert hann að hjálpa þeim. Já, nei, hérna, ég er nú að hugsa um okkar hagsmuni líka, en þetta er þetta allt saman rætt við viðkomandi. Þú veist, ég er ekkert bara einhver fáiði að slökkva á draumum fólks endalaust, þannig að ég talaði um þetta við Aron og hérna við komumst að niðurstöðu í þessu. Addi Bald spyr, ertu hræddur að velgengni Víkings fari þegar þú hættir? Nei, við erum með það sterkt bakland í stjórn og þú veist, ég mun aldrei hætta alveg, ég mun alltaf vera með fingurna eitthvað í þessu, sko, held ég, þannig að hérna, en við erum með, þú veist, við erum gríðarlega sterkar stjórn og við stöndum þétt saman í þessu, þannig að ég hef ekki mikla áhyggjur af því. Bomban á næstu. Kári, hver er þín skoðun á Halldóri Smára sem persónu og leikmanni? Þetta er eitt sá allra besti. Þetta er bara hversmanns hugljúfi með bara æðislega nærveru og bara skemmtilegur og fyndinn náungi og leikmaður. Hann var svona, hann þurfti einhvern með sér sem bakkaði þessu upp. Hann fann það bara svona, ég svona byrjaði að átta mig á honum almennilega síðast tímabilið. Hann var rosalega aggressífur, vildi vera aggressífur. En hann átti alveg til að þú veist, að kannski kommitta aðeins og mikið, en svo lengi sem að einhver var, skilur, að covera hann, þá reddaðist það alltaf. Þannig að, en ef hann var ekki með neitt cover, þá gat það litið illa út, sko. En hann alltaf bara geggjaður þegar ég var að spila með hann 21, sko. Það er sennilega hans besta tímabil, þú veist, þá gerði hann allt rétt og hann er náttúrulega miklu betri í fótbolta heldur en fólk átt sjá, þú veist, hann er gríðarlega leikinn með gott touch, góðan fót og góðu skallamaður, þó hann hafi aldrei skorað með skalla, að þá var hann gríðarlega sterkur í loftinu, en einhvern veginn inn í teig andstæðingana bara hætti hann að vera, þetta var stórfurlega. Kári, lýstu Ragga Sigvinni mínum í einu orði? Einu orði? Það er erfitt, maður. Það er ekki hægt. Þetta er bara flóknasti gæi. Já, flókin. Já, flókin. En spyr hann, Kári, er Aron Baldvin hið leyndarmál Víkings að þessum góða árangri seinustu ár? Man ekki eftir að félag standi vegi fyrir aðstofþjálfara að fara í annað félag? Bomban harður. Bomban harður. Er Aron Baldvin hann er leynum Þorvaldur frá David Johnson hérna með aðra. Er Arnar Gunnlaugsson að flækja leikaðferðina of mikið með landsliðinu? Ég meina, ég er bara þú veist, mín skoðun er að við þurfum að leggja áherslu á sterkan og skipulaðan varnarleik. Já, ég held að þetta sé aðeins svo mikið. Þú veist, það er verið að biðja þá aðeins svo mikið. Hefur hann ómikið tíma, Arnar? Nei, svo er það, skilur. Þetta er ólítill tími til þess að vera með liðið. Nei, ég meina sko til að hugsa. Já, þú meinar. Það er alveg góð spurning, sko. En hann er alveg með alveg work ethic, sko. Hann er pæli þessu fram og tilbaka og ég held að hann, sko, í Víking, hann bara, þú veist, hann var bara horfandi á fótbolta, hugsandi fótbolta allan daginn, alltaf.
Þannig að hann væri hvort að gera ef hann væri með félagslið, þannig að þú veist, nei, ég held að þetta hendur hann bara vel, sko. Já. Jón Dagur spyr, hvað KD-ið í Warzone farandi inn í 2026? Ég hef búin að leggja festir einhvern á hilluna og hann lögði hilluna eftir COVID, en það voru frábæri tímar, það verður viðkennst. Já. Unnar Kristinn spyr, mun Vestri vinna Evrópudeildina? Það er enga líkur að því. Þitt faglega mat, já. Árni Karlsson, ein stað at gunpoint sem þú þarft að styrkja fyrir komandi tímabil. Ég held að gott að fá eitt sendir í viðbót. Hvernig væri það? Lúkas Leo spyr, golfsveiflaðin svona one of a kind stuff? Ég myndi segja það. Svo hallur að ljótast það. En svo sá ég Rafa Nadal sveifla kilvu. Það er hrikalegt. Já, ég hugsaði, þetta er bara svipað á mig. Já, þetta er bara hræðilegt. Og ég er að reyna að laga lúkki á henni frekar en að vera betri í golfi. Sko. Það er eina sem ég hugsaði. Það gengur ekki neitt. Hver er fórgjöfun? Þetta er eitthvað svona í kringum 10, 12, eitthvað svo leys. Það er nú ekki til þess að fúls yfir. Nei, en þú svo bara fæ ég sjank svo ég kom upp í 18 allt í hennu, skilur. Já. Sjanka boltan í hverju höggi. Við erum komnir að loka leiðnum, kaldastriðið. Það eru nokkrar hraðar ferlin. Til að slúta ferlinum. Svo setjum við bara punkt í ferlin. Já, það er svona þegar þú mæti bara 5 ára fresti. 5 ár síðan aðeins konu á hilluna, sko. Já, við tökum nokkar snöggar hérna alveg í bláendan. Ertu komin í stellingar, Kári? Hæ? Ertu komin í stellingar? Já. Kalda karið. Byrjum á því, leiði vel í kalda? Já. Varstu duglegur að sækja hann? Já, undir lokin, já, þokkarlega. Hvar leiði best og er eitthvað move sem þú sérð eftir? Já, mér leiði best á Englandi. Það var líka mjög góð tími með Malmö. Þó hann hafi verið stuttur, sko. Já, ég sá mjög eftir að fari frá Kýpur í skoska boltan. Það er bara big regret. Þetta var æðislegt líf á Kýpur, bara með sundlaug og í bara sól og sumri allt árið. Til Skotlands. Skoska bolta. Hvernig leiðir... Trúið því. Sorry, ég er að bæta þetta hafspöndi. Galið. Að þetta er í hug. Ég kenni heimum með þetta. Alveg. Já, hann ítti þér ánga. Stundlaust. Hvernig leiðir á Santiago Bernabéu með Malmö? Það er svona, þú veist, það koma mómentar sem ég langar bara að hverfa. Oftast er það eftir sjálfsmörk og eitthvað svona pínlegt dæmi. En þetta er svo sannarlega það móment. Já. Ég horfði á þann leik, það var skemmtilegt. Stærsta lið sem reynda að fá þig? Sem reynda að fá mig? Það má vera orðrumur. Já, þú veist, Rangers, það var eitthvað, það var verið að tala um það og það er svona eyðilega fyrir mér fyrir tímabilum mitt í Aberdeen. Ég var að spila heldur vel þó ég sé sjálfur frá og hérna þá kom einhver, það var verið að fjalla með í blöðunum og ég agenti var að tala um að þetta væri bara, þú veist, á næsta leiti og svo gerist ekki neitt og ég var búinn að segja nei við samning við Aberdeen og svo, og þú veist, það verið til þess að ég einhvern veginn ferði í hausin á mér ómeðvitað og get ekki neitt það sem eftir er tímabils og sitt eftir bara með engan samning í höndunum og þá enda ég hana í lík 2 með Rotherham sem var ekki kannski aðeinslegt skref á ferðinu. Þegar þú varst í Tyrklandi, fegst alltaf borgaði það? Ég ekkert alltaf, en ég fekk þetta alltaf á endanum. Já, ok. Besta staka tímabil á ferðinu? Hvernig var Kári upp á sent allra besta? Það er eitthvað að þessu, þú veist, ég átta mig ekki alveg á því. Þú veist, það var Rotherham kannski Plymouth, jafnvel, annarkvort þeirra. Já. Stærsti samningur á ferðinu? Ætli það ekki verið annarkvort Malmö eða Tyrkland. Já. Besti leikmaður sem þú spilaði með? Þú veist, það er bara Eðismári eða Gylfi, sko. Kolli, eða þú veist, þeir 3 Kolli líka. Já. Og Raggi. Já, Raggi. Raggi náttúrulega. Sölvi fær enga ást. Besti þjálfari sem þú spilaði undir félagslið og landslið? Lars og Arnar.
Erfiðasti sóknarmaður sem þú mættir? Zlatan myndi ég segja. Já, hann var góður. Hryllilegur. Þetta, þú veist, já, hann var helviti góður. Stærsti og eftirminnasti leikur með félagsliði og landsliði? Það náttúrulega Englandsleikurinn upp þar, Austurríkisleikurinn á EM líka. Holland úti, Tyrkland, þú veist. Það var náttúrulega svo magnaður tími. Þú veist, þetta var miklu lengra en hérna Arnar var að tala 4 ár, þetta voru náttúrulega 8 ár, sko, skilur. Og það í rauninni bara á að vera líftími landsliðsmanns. Já. Og hann gleymir kannski líka jafnteflið Argentínu þarna og Portugal og fleiri liðum, sko. Þannig að, akkurat, og þannig að skilur líftími landsliðsmanns hugsið, þú veist, hvenær þetta præminu? 24 til 32 kannski. Já. Þannig að þetta með 8 ára tímabil, skilur. Þetta ekkert mikið meira, þú veist, menn út í heimi að hætti landsliðunum rétt eftir 30, sko. Þannig að, þú veist, það mjög sjaldgæft að menn hangi í því, þú veist, jafn lengi og hérna, þessi strákar hafa verið að gera. Þannig að 8 ári bara helviti langur tími, myndi ég segja. Sérstaklega þegar þú ert með svona vítt bil þú veist, aldursmunurinn var svo mikill. Þú veist, ég 10 árum eldri en þessi strákar. Já, af því ég veit að það 5 ári og komur aftur, þannig ég ætla ekki að leyfa að fara strax. Sko, þessi Englandsleikur, þegar þú komist í 2-1, þannig bara strax og þeir eru að halda allan leikinn. Varstu bara rúlega inn að rettu þarna? Var panika? Já, það var alveg panik moment, sko. Það er eitt moment þar sem Vardí sleppur í gegn og þá ég, svona, það eiginlega mér að kenna, sko. Þá fær Kane boltan í líkamann og snýr sér við og ég lenda á eftir honum og hann sendi Vardí í gegn og Er það tæklingi fræga? Já, þá kemur ekki náttúrulega á strauginu, skilur, en það var alveg panic moment út að ég fattaði leið og hann tók touchið í fyrsta til hliðar, sko, að ég var done. Svo voru líka náttúrulega þeir voru ekki, þú veist, það var alveg, þeir voru svo stórir, sko, Smalling og Cahill og þessi gæjar. Og Kane, þetta eru svo stóri gæjar, sko, þegar í hvers skiptið þeir fengu hotna það þetta var alveg óþægilegt, sko. Sko það var eitt sem ég man þegar þú komst til okkar síðast að þú veist að tala að það var helviti erfitt fyrir ykkur að mæta Frökkunum að því að þið gátu ekki varist þríningsspili og Zero var svo góður uppspilspunktur. Er svona erfitt að lesa það eða? Nei, þú veist, ég sá, þú veist, það fyndna að maður hefur ég hef bara ekki hort á einn af þessum leikjum aftur. Ekki eins og Englandsleikin? Nei, ekki neitt. Og by the way, af hverju ekki verið að sýna þessa leiki, skilur, bara eitthvað svona gamalt efni, maður eitthvað flettar á svonum, bara Pepsi-deildin, 90 og þetta ekki sýnt, mér finnst það alveg gal og það aldrei sýnt úr þessu. Sammála. Mér finnst það skrítið, en ég sá markið þeirra þegar hann, sko, lætur að einhvern veginn renni einhvern klofið á sér. Já. Og sko og þetta svona tactical view, þetta sést fyrir aftan, þetta fyrir aftan markið okkar, mjög hátt uppi, þannig að þú sérð hreyfinguna á Griezmann. Og ef fólk kemst í þetta er svo vel gert. Já. Og þeir festa mig einhvern veginn í no man's land, sko. Já. Erst þú fyrir aftan Zero? Já, og ég hikandi og ég held að Zero sé að fá hann í lappirnar og hika svona aðeins. Svo sé ég að Griezmann púllar af Ragga og hleypur svona hringinn í kringum okkur og hann bara komin hingað þegar sendingin að koma og ég hugsa, heyrðu, ég get ekki farið í hann út af því að, þú veist, ef hann tekur hann í fyrst innfyrir, þannig ég hika og svo bara, þú veist, snert hann rétt svo með hælnum fyrir hann klofið á mér innfyrir og ég þarf að elta hann, skilur, og við erum bara dauðir. En þetta er svo ógeðslega vel gert. Þetta er svo, samstarf þeirra tveggja var svo galið að þú hugsaður þetta eftir og ég sendi þetta á Ragga og segi, þú veist, hvað getum við gert í þessu, skilur? Það ekkert hægt að gera nema bara báðir droppi strax leiðu þið sjá þetta. Þannig að þú vilt alveg gefa Zero sjátt í þetta Zlatan-slóttan? Já, 100%. Og þú veist, bara svo gæða mikill, en hann var ekki svona, þú veist, hann var alveg sterkur en Zlatan var afbrigðilega sterkur, stór. Leiðilegasti leikmaður sem mættir á velli? Leiðilegasti?
Zlatan var líka rífandi kjaft og með einhver almennleiðindi bara í öll skiptin sem ég mætti honum, sko. Já, þau varst á dekkan. Ég má til með að spyrja því að ég man það ennþá, við spurðum mig að þessu eftir þátt fyrir 5 árum síðan í stúdíónu, þá varst að segja okkur sko, hvernig maður dekkaði Zlatan og bara munnaði hvernig maður dekkaði þessa bestu leikmenn og mér fannst svo geða þetta að heyra og það er svo gaman að fá því hérna 5 árum síðar og ég mun að geta spurt í beinni útsendingu þannig að fleiri fá þér, en hvernig dekkaði maður Zlatan Ibrahimović? Þetta þú veist, það fer eftir hvernig leikmaður þú ert, skilur, og það er marga leiðir að þessu náttúrulega, en ef þú ert spila einhvern sem miklu sterkar en þú, eins og í hans tilveiki hann var, að þá getur ekki verið á nálægt honum, skilur. Þú verður að vera at armslength. Þetta eins og þú fær Adebayo og Akinfenwa, skilur. Að, þú veist, hann má ekki finna fyrir þér á einhver tímapunkti, þá ertu búinn, skilur. Og þá tekur hann bara bolta niður og gera það sem hún sýnist, sko. Og það var pínu staðan, ef hann nær í þig, þú veist, þú verður að koma á ferðinni og ef þú ætlar að gera það, eða þá bara reyna að trufla hann með að halda honum að armslength. Uppáhalds mark á ferðinum? Þau voru hann í Plymouth einhver. Þú áttir einhver. Já, það var einhver negla á móti MK Dons. 30-40 metrar? Já, þetta var alveg sturlað hitt, sko. Já. Þannig að skoppa upp aðeins rétt á henni hitt hann. Neldan heldur í skeitin inn. YouTube Kári best goals, þetta er eitthvað 40 minna myndband eða eitthvað. En svo náttúrulega landsliðsmörkin, þú veist, það var nú algjört skýta mark þannig, en það var bara svo vel teiknað upp að heima á sínum tíma, Tyrklandsmarkið. Það sem við einangruðum Aron og Hanska, ég stóð nú bara línu, skilur, og það var formsatur að tróða því yfir. En það var svona, þú veist, það virkaði 100%. Næsta spurning kvöldsins, 5-a-side-lið bestu sem þú spila með? Sem ég spila með, ég vil alltaf einhverja landslískæja, sko. Þetta bara Raggi og Sölvi og hinni 3. Kolli, Gylfi og Gúti. Já, en þú veist. Og Hannes í markinu? Já, Nes í markinu, sko. Já, hann alltaf var frá Messi. Já, heyrðu, gerðum það. Alveg það. Sá hefur lifað af því. Heyrðu, þetta er búið að vera geðveitt lokaspurning kvöldsins, Kári, 1 ráð til ungra knattspyrnumanna. Klesja er bara, þú veist. Nei, helst ekki klesja, takk. Nei, ég veit það ekki. Þú veist. Þolinmæði? Já, bara, þetta getur verið hvað sem maður bara, höfum það þolinmæði. Kári Árnason, takk fyrir kvöldi, sjáumst árið 2031. Takk. Takk.